Já, velkomin að Rauðaborðinu. Það alls konar þættinum í kvöld. Í lok þáttarins að þá verðum við með fréttir frá Færeyjum. Við vorum aðeins með það hérna í desember fyrir kosningarnar og þá kom hann hingað hann Dáur í Dali og sagði okkur fréttir frá Færeyjum og það var svo skemmtilegt að við ætlum að gera þetta nokkur sinnum. Við ætlum að fara yfir það sem helst að frétta á frendum okkar Færeyjum eins og sagt er. Það er hérna umræðan kjaradeilu Eflingar og SA er mjög heit og það eru margir hart deilt hana, ekki bara í dómsölunum og ekki bara inn á þingi og í umræðu þáttunum, heldur bara víða í samfélaginu. Ég ætla að fá þá til þess að koma hinga Atla Þór Fandal og Jökul Sólberg Auðunsson og við ætlum aðeins að velta fyrir okkur svona umræðunni þessa kjaradeilu. Hvaða átök þar eru og hvernig umræðan er öðruvísi heldur flestunum mál sem hún er. Verðbólgan er orðin aðalmálið eftir langt hlé og ég ætla að ræða verðbólgu við hana Auði Ölvu Ólafsdóttur sem sér verðlags eftirlitið hjá Alþýðusambandinu og er að horfa verð alla daga. Ég ætla að spyrja hana bæði þessa miklu hækkun sem kom núna í janúar, kannski ekki mikla hækkun eða svona mesta hækkun á árinu eiginlega, en sérstaklega mikil hækkun vegna þess að það reiknuðu allir með að það kæmi miklu minni hækkun vegna þess að það eru janúarútsölur, fasteignamarkaðurinn orðinn kaldur en samt ríkur verðlagið upp og kannski fæ ég hana til að spá því sem að engi getur spáð, hvort að verðbólgan muni halda áfram og hækka og vaksa sem að skiptir feiknarlegu máli til dæmis fyrir þá sem að sömdu skammtímasamninginn það var nú hérna iðnaðarmenn og VR voru að semja 6,75% hækkun. Það má ekki við mikilli verðbólgu til þess að það hverfi. En svo voru starfsgreinasambandið þar sem að voru svona 10, 11, 12% hækkun á töxtum. En þegar verðbólgan er komin upp í 9,9% og verðbólguhraðinn er meir en það að þá er kannski vert að fara að skoða það hvernig samningarnir munu hafa það út árið og hvað verkalýðshreyfingin ætlar að gera ef að verð heldur áfram að hækka. En við byrjum á fréttum dagsins og hann er hérna Guðmundur Hrafn eins og í gær. María er veik og þú ert staðgengil hennar. Já, bara með glöðu ekki. Já, hvað heldur þessu helstu fréttir dagsins? Nú er náttúrulega allir fréttamiðlar fullir af átökunum á vinnumarkaði. Já. Og kannski bara byrjum þar þá hefur Efling eins og Alþjóð kannski veit hefur búið til nýrra verkfalla og þá svona með kannski sama hætti og áður ætla að fara og hefja verkfall hjá ákveðnum fyrirtækjum í ákveðnum starfsgreinum og þannig bæði að beita áhrifamætti sínum og kannski líka að einhver leyti takmarka þau áhrif sem það hefur á almenning en að leiðinni. Og áhrif sem það hefur á verkfallssjóðinn. Það er betra að vera í skæruverkvöldum, þessum eru menn með skæruverkvöld víða heim. Bretland eru að fara í verkvöld í einn dag hér og annan dag þar. Það eru verkvöld í dag í Fraklandi, þar sem maður verið að fara í held í 2 daga verkvöld núna. Þannig að þetta er algengt að menn gerir þetta. Já, menn sína líka bara mátt sínum megin með því. Það sem að þeir miða núna er hérna hótelkeðja sem að heitir Berjæja. Þetta er náttúrulega Icelandair Hotel. Þetta eru hótelin sem að flugleiðir byggðu upp hérna í loftleiðir í gamla daga sem að hann keypti, hann heitir Vincent Tan frá Malasíu. Svo sami og keypti hérna skemmuna á honum hérna Guðmundi Kristjánssyni. Guðmundi Brím, það sem að, hvað var hann aftur kölluð? Það sem að, kalla eftir fiskifélagin, Jóns Áspjöldssonar. Ég vann þarna einu sinni. Einu sinni. Þetta er sami maðurinn. Einu sinni lagði ég til að þessu eru breytt í matarmarkað, þessari skemmu. En hann ætlar að byggja hótel þarna, luxushótel. Þetta er Vincent hann á Cardiff, fótboltalið. Cardiff er, tengist Íslandi
Þegar fólk vil gera lítur í Íslandi og segja hvað eru að gera með allar þessar stofnanir og hvað eru að gera með allt hitt og þetta, að þá er sagt að það er jafnmargir sem búa í Cardiff og Íslandi. Já. Þannig að það er oft, þannig hann á Cardiff City, hann er svona ólígarki, hann auðgaðist á með því að nánum tengslum viðskipta og stjórnmála í Malasíu, eins og svo sem annar, það er Samskip, vörubílstjóri og Samskip, farið í verkfall. Það er náttúrulega aðalegandi Ólafur Ólafsson sem einu sem var starfsmaður sambandsins og þegar sambandið hrundi þá kom allt inn í ljós að hann átti mikið af eignum sambandsins meðan þess Samskip og mikið af lóðum Samskip, til dæmis nýja Vogahverfið, Vogabyggð held ég sé kallað. Það er held ég hálfuleiti byggt á lóð sem að tilyrði Samskip á sínum tíma en er núna prívateign Ólafs Ólafssonar. Já. Og hann er líka byggja hérna í Vesturvín hérna? Já, Naustavöru eða Héðinsreitnum eða hvað það er kallað. Já, hann er að byggja þar. Þannig að það fara margir út í það að byggja. Þannig hann er einn af þessum mönnum. Síðan er Skeljungur, það er olíuflutningarnir, það er annars vegar Skeljungur og hins vegar olíudreifing. Einu sinni áttu öll olíufélögin, þessi 3, saman olíudreifingu. En ég sá það núna að þeir sem hefur olíudreifingu eru Ólís og N1 sem er gamla Esso og N1 er inn í Festi, þar eru lífeyrissjóðnir sem eru stæðstir og stæðstu eigendunir fyrir utan lífeyrissjóðunar eru félög sem að ná Reggvið Jónsson sem að er í, ég held að þetta er Veritas félagið sem að ná, flytur mikið að lyfjum og mikið fjallaðum hérna fyrir árið síðan. Já, og kom í fréttinnar út af heitapottinum í einhvers staðar á Suðurlandi ásamt öðrum og sagði af sér á tímabili. Þarna er líka félag sem að ná hann Björgólfur sem að einu sinni var formaður samtaka atvinnulífsins, fór síðan og tók við af Þorsteini Má sem forstjóri Samherja, var forstjóri Æsland Air. Hann er einn eigandum af Festi. Hans félag á þar, hann er náttúrulega sterk auðugur, hans félag átti stóran hluti í síldarvinnslunni og gjögri og þannig að hans fólk er sterk auðugt. Og svo er líka Sjávarsýn sem hann Bjarni Ármannsson á. Já, hann er komin aftur á Greik, svolítið, upplöður hérna. Þetta eru þess að leiðandi hlutafarnir. Í Skeljungi? Já, af því að í Festi. Já, í Festi, já. Og þeir eiga held ég 60% í olíudreifingu á móti 40% sem á Ólís á og Hagar eiga Ólís og það eru aftur lífeyrissjóðnir en stæðsti einstaki eigandinn þar fyrir utan er Kaldbakur sem er fjárfestinga armur Samherja. Þannig að það er komnir þessi 3 þarna og svo er Samherji, svo er það Skeljungur, það er í eigu Skel sem var að senda út afkomu viðvörun í dag, af því hagnaðurinn verður miklu meiri heldur er reiknuðu með. Þar eru leiðandi hluthafi Ingibjörg Pálmadóttir, eiginkona Jóns Ásgeirs Jóhannessonar og dóttir Pálma í Hagkaup. Já. Og samtök atvinnulífsins fara bara upp á tærnar við að þið vera ógna þessum fyrirtækjum með verkföllum, hugsanlega að bæta upp eitthvað launakostnað hjá þessum lægst launuðu sem vinna hjá þeim og skapa auðinn. Já, mér finnst það sjálfsagt að það komi fram hverjir eru hinum megin í þessum deilu. Það er ekki heldur Benjamin, heldur er þetta bara þetta er veit að auðvast af fólk á Íslandi bara. Já, hann stendur svona sem einhvers konar brjóstvörn fyrir þetta fólk. Já, hann talar reyndar alltaf, hann og Benjamin eins og hann sé að berga samfélaginu og helst bara verkafólkinu gegn verkalýðsbaráttu Eflingar sem er eiginlega að ræna verkafólkið launahækkunum og öðru slíku. Hann talar alltaf þannig, verður þetta ekki tikið því? Jú. Hann er svo mikið landsfaðir að hann er eiginlega ég veit ekki, það er svona landsafi, hann er svo rosalur landsfaðir. Já, enda kannski nýjasta útspilið hans einmitt á þeim nótunum að reyna að bjarga Eflingafólki frá verkföllum með því hreinlega bara eins og hann gerði í gær, hann kærir verkfallsboðun Eflingar til félagsdóms. Til félagsdóms. Ég það er fór eitthvað að reyna aðtögu þetta og við erum náttúrulega áhuga lögfræðingar eins og Íslendingar eiga að vera, annars getum við ekki lesið Njálu. Í lögunum stendur, það sem hann er að kæra eftir því sem að sagt er frá, það er nú ekki alltaf skýrt, það er bara sagt að segja kæra
En minnst svona fjölmiðlar mættu alveg segja sko á hvað forsendum og svona, þannig að við venjulegir lesendur út í bæ þurfum ekki að vera að grafa upp frumheimildir sko. Heldur þetta alltaf lýst eins og ykkur ati sko. Halldór kærir Sólveigu, Sólveig kærir eins og þetta sé, þannig eins og við ekki treystandi fyrir efnisatriðu máls. En ef maður les lögin og ef þetta snýst það hvort það sé heimild að vera með verkvall á einum vinnustað, þá stendur þar sko, nú vinnustöðun einungis ætlað að taka til ákveðins hóps félagsmanna eða starfsmanna á tilgreindum vinnustað og þá heimilt að taka ákvörðun vinnustöðun með atkvæðum þeirra sem henn ætlað að taka til. Þarf þá 15 atkvæðabærra að taka þátt í atkvæðagreiðslu og meiri hluti þeirra að styðja tillöguna vinnustöðun. Og það í 50 og 20%, það 66% kosningaþátttaka. Já, þetta getur ekki verið skýrara. Í tillögum vinnustöðun skal koma fram til hverja henni einhverjum ætlað að taka og hvenar vinnustöðun ætlað að koma til framkvæmda. Þá það skilyrði lögmætrar ákvörðunar boðun vinnustöðunar að samningsviðræður eða viðræðu tilraunir framlagðar kröfur hafi reynst árangurslausar þrátt fyrir milligöngu sáttasemjara og það ekkert að deila það. Þannig að við þurfum eiginlega kannski kalla á lögfræðing að láta... Já, hvaðan í rauninni að hvað það snýst. Já, við hafum engin upplýst efni kærunar, hvort hann getur valla verið að kæra þessum forsendum, þetta gerist valla skýrara. Sögðu það með einhverjum svona, þegar að þetta var tilkynnt, að þá voru þeir að efast lögmæti þess að fara í verkvall á tilteknu fyrir. Já, þetta ekki í rauninni aðferðin við að búða til atkvæðagreiðslunar og... Kannski þeir með eitthvað í samvættu við framkvæmdina. Já. Áróður og kjörstað eitthvað, Mér finnst þetta hljóma bara mjög skýrt í lögunum Hljómar eins og Efling hafi lesið þetta. Já, og eins og þú lest þetta þá eiginlega ekki hægt að miskilja þetta. Þannig að þetta nokkuð klárt. En að þegar við tala lögfræði, má ég því að við vorum með viðtali í gær við Sigurð Pétursson sakfræðing og Gísla Tryggvason lögmann, þar sem Gísli fór yfir nokkur atriði, meðal annars málið í héraðsdómi, hvort að miðlunartillagan stangast á við lög og hann var í láð því að því það hefði ekki verið, sáttasemjari hefði ekki ráðfært sig við deiluaðila. En svo kom hann með það að því að Efling hefur kært miðlunartillaguna til ráðuneytisins. Þetta ráðherra. Og það byggir á því að þú getur ekki gert þetta við saksóknara og önnur svona embætti sem lýst sjálfstæð í lögunum. En það ekki þannig með ríkissáttasemjara. Það ekki tilgreint að hann sé sjálfstæður. Þar af leiðandi heyrir hann undir stjórnsýslulög og þar af leiðandi hægt að áfrýja ákvörðunum hans til ráðuneytis. Og þar líka hægt að fara fram á samskipti hans við aðila í aðdraganda þess að hann tekur þessu ákvörðun. Þannig að það búið að tala þetta eins og Ásmundur Stefánsson í Kastljósinu talað eins og það væri ekki svona. Já. En það og líka ráðherrarnir tala svona og inn á þingi. Og ég heyrði það líka í viðtalinu mitt við hann Gísla að þetta kom hann kannski ekki á óvart en hann var samt svona hjófið að þetta hefði ekki verið skrifað inn í lögin þótt að þeim hefði verið breytt nokkur sinnum í gegnum tíðina. Kannski þetta dottu út einhvers staðar, en þetta allavega ekki í lögunum. Nei, hann var hissa á því, sko. Hann stóð fyrir trú áður en að fóra að skoða kæruna og skoða lögin að ríkissáttasemjari væri sjálfstætt embætti eins og allir tala, eða ekki allir, Ásmundur Stefánsson til dæmis. Skýrir það ekki samskipti ríkissáttasemjara við vinnumarkaðsráðherra í aðdraganda ákvörðunar ef að ráðherrann ber einhverja ábyrgð, stjórnsýslulega ábyrgð á embættinu? Hann bar þetta undir hann, sko. Já, þannig að það kannski skýrir það og það verður forvindilegt ef að Efling hefur kröfu á að fá þessi samskipti upplýst að þá hún ber að skila því samkvæmt stjórnsýslu skilja svona logglistan við hverju að tala við. En þetta kom inn í þinginu að því að Eyjólfur Ármannsson sem þingmaður Flokks fólksins á Norðvesturkjördæmi spurði Katrínu Jakobsdóttur út í það hvort að hún væri sammála þessari málsmeðferð og Katrín svaraði einhvern veginn á þá vega að hún myndi auðvitað ekki skipta sér að þessu og talaði eins og
eins og hún hefði ekki hlustað á Gísla í gær eins og hérna ríkissáttasemjari væri í sáttastofnun. Já, það voru snörp orðaskipti í þinginu mitt á milli Katrínar Jakobsdóttur og Eyjóls þetta mál, þar sem hann skaut föstu skotum á hana og ítrekkaði hún á móti. Hún sagði hann að fara að kynna sér stjórnsýslulögin og hann er lögfræðingur en hún er bókmennafræðingur ekki, íslensku fræðingur. Já, hann hefur kannski hort á þáttinn í gær. Fyrst að það var svona bórubrattur og ákveðin í þinginu? Ég veit ekki það, en ég held að hann hafi komist að þessari sömu niðurstöðu. Og það sem hann sagði, að þegar að kæran kemur til vinnu markaðsmálaráðherra, sem er Guðmundur Ingi, varaformaður VG, að þá skiptir máli að verkstjóri ríkisstjórnarinnar hafi sagt að sko málsmeðferðin sé rétt, hún er búin að kveða úr það, og hún hefur sagt í viðtali að sko hún væri sko sammála efni milljónatilhögun. Þetta væri samningu sem að svo og svo margir hefðu gert og þess vegna væri sko efnið eða ég veit ekki hvort hún alveg blessaði eða hún sagði þú veist ætti ekki að koma inn óvart og þannig að svona ef maður ekki hengja hann í einhverju lögfræði þá var hún eiginlega svona blessaða sko. Og þá segir Eyjólfur sko þetta getur eyðilagt sko málsmeðferðina ef að ráðherra forsætisráðherra er búinn að gefa út sitt álit þá bindur það hendur annars ráðherra sem að er varaformaður þar sem að forsætisráðherra er formaður. Já. Og ber stjórnsýslulega ábyrgð á embættinu sem er undir og fyrir dómi. Þegar að kæran kemur þá verður hann að vera með hreint borð. Má ekki vera með fyrirfram mótaðar hugmyndir eða fyrirfram gefnar orður frá síðum yfirmanni. Já, sem er æðsti ráðamaður þjóðarinnar. Svona yfirmanni. Já, æðsti ráðamaður þjóðarinnar. Já, þetta er alvarlegt og þetta er væntanlega mjög forvindilegu tími framöndan fyrir lögfræðinga og merkilegu tímanleika fyrir launafólk. En við ætlum svo eftir að ræða við Atla Þór Fandal og Jökul Sólberg Auðunsson svona umræðuna eins og ég var að tala áðan sem er svolítið hörð. Þú tekur kannski eftir á samfélagsmiðlum og það er svolítið hörð umræða. En það er svona kannski fyrir utan við harðar fréttir dagsins. Já, en það var líka fjallað verðlag og verðbólgu og dýrtíðina sem er náttúrulega við öll finnum fyrir. Og það voru líka umræður það einmitt á sama vinnustað á Alþingi. Þar var til að mynda mikið rætt gjaldskrárhækkanir ríkisins og áhrif þeirra á verðbólguna. Þá sagði Katrín, þetta væri fyrirséð og ég er alls sammála því. Þau þingmenninir sem tóku þátt í umræðinu fjárlög, þar sem allar þessar hækkanir koma fram, að þeim það bara augljóst að þetta birtist í neysluvísitölunni í janúar. Þannig þú getur ekki lát eins og það komið þér óvart. Það gera sammálinn að því leyti. Fylgir kannski greinagerðum og svona þessi. En ég var ósammála að öðru leyti, af því hún sagði út af þessu að hækkanir voru fyrirsíðar, að þá höfum við brugðist við og mættum með breytingum á létt af sköttum. Og ég man ekki hvort það nefnt húsnæðisbætur. Jú, nefndi húsnæðisbætur. Já. Og nefndi það að öryrkjar eða sem sagt að það öryrkjar á aldraðir og þeir sem er á fá styrk sem sagt framfærslu frá hinu opinbera. Þetta er að mæta viðkvæmustu hópanum. Já, það hefur verið hækkað. Já, það er eiginlega bara verið að bæta það fyrir verðlagi. En þú veist eitthvað svona aðeins rúmlega, þú veit ég að segjum að eins og venjulega þá bara hækkar þetta eins og ári. Og ef það er 2-3% verðbólga, þá er það auðvitað skaði. Við fórum nú yfir að í gær hvað gerist, hvort þú hækkir húsaleigun eins og mánuði eða gerir það eins og ári. Það eru peningar sem verða þarna eftir. Þannig að vanalega er örorkulífeyri og eftirlaun hækkuð eins og ári. Sem að verðbólga sé 2%, þá er ákveðin skaði hjá þeim sem að fá það. Þau fá ekki verðbólguna yfir árið bætta fyrir næstu áramót. En þegar þú komið með 10% verðbólgu, þá verður þú náttúrulega að skjóta yfir verðbæturnar frá síðasta ári. Það verður að duga eitthvað inn á árið. Þannig að þetta eru raunlega bara verðbætur sem var hækkað í sambandi við eftirlaun og örorkulífi. Já, og engin raunhækkun. Nei. Ekki sem dugir. Nei, ekki sem að ég myndi ekki segja það að ráðherra eigi það inni að lýsa því yfir hún hafi bætt verðbólguna. Hún hefur bara bætt verðbólguna sem búin.
En ég tók þetta saman, því ég á hérna alltaf, hjá mér hérna 7. launafólk SGS, sem svona algengasti launaflokkurinn, til dæmis fólki sem er að þrífa herbyggin á Íslandshóteli á þessum texta. Að þau laun, ef við tek bara frá október til janúar, að þá hafa launin hækkað 42.490. Af þeim þá hækkaði skatturinn rúmar 9.000. Þannig að ríkið nær meiri pening til sín. Ekki hlutastlega endilega, hann tekur peninga þessu. Þannig að þá útborgað 33.415 og þá ég reynda búin að taka lífeyrisiðgjöldin og fleira. Framfærslan hækkar 7.000 sem svolítið mikið á 3 mánuðum bara. En húsnæðisbæturnar tæpar 5.000. Þannig að þessi manneskja sem við erum með dæma hérna, að ef maður tekur húsnæðisbæturnar frá skattinum, að þá hún að borga 4.000 krónur meira í skattin og svo 7.000 meira fyrir það sem hún þarf að kaupa. Þannig að mér finnst hæpið að halda því fram að ríkisstjórnin hafi einhvern veginn bætt hinnum verstsettu verðhækkanir. Þetta hljómar er svo bara þvert á móti. Já, það gerir það. En þau eru lungin í ríkisstjórninni, þau búa til alls konar síður og reikna þetta með alls konar hluti í haust. Þá reiknaði Bjarni Ben, hann gæti einhvern veginn látið skuldi Íbúðalánasjóðs hverfa. En hún talaði það, hún Katrín, að þetta væri gert til þess að tekjustofna ríkisins myndi ekki rýrna frekar. Hún talaði að þessi tekjustofna hefur rýrna mikið. Okay. Það verðbólga. Og með því að hækka krónugjöldin, hækka áfengi og tóbak og bensín og bíla og allt þetta, þá náttúrulega magnar þau bara verðbólguna, það bara heldur hún áfram. Þannig að þú lagar tekjurnar hjá ríkinu, en þú eigur verðbólguna. Þú getur lagað tekjurnar hjá ríkinu, en ekki auki verðbólgu. Til dæmis með því að taka upp auðlindagjald og setja á auðlegðar skatt, sem að tekur bara eignaskattur. Þú getur gert það með því að hækka fjármagnstekjuskatt. Þú hefur alls konar aðferði til þess að auka tekjur ríkisins sem ekki verðbólgukvittandi. Nei, sem kom ekki niður á heimilum landsins. Nei, þannig að þú veist, ég bara neyddist þess að hækka þetta, þess að bjarga, þetta ekki rétt, Já, þannig að þau velja það. Þau kusu að gera það. Já, kusu að leita í vasa heimila landsins, staðin fyrir að fara inn í þessa hópa þessa fólk sem þú nefndir hérna upphafi í fyrstu fréttinni. Og auka verðbólguna, og með því að auka verðbólguna þá hækkar líka lánin hjá fólki. Þú ert leigjandi, þannig að þú ert vísitölu tengdur með leiguna þína og hún hækkar sem að nemur þú það sem þau voru. Og þetta kemur sáralítið við einstaklinga eins sem nefndir hérna áðan, Ólaf Ólafsson og fleiri sem hækkunin núna, vísitölu þá sem að leigja á 250 skall sem bara velsloppið í dag. Ég held að það sé rúmlega 2.000 skall sem hann borgar meira fyrir hækkunum sem var í janúar. Og svo kom næsti mánuður og næsti mánuður og næsti mánuður og næsti mánuður. Þannig að þetta er alvarlegt mál. Þetta er mjög alvarlegt mál. Sérstaklega þegar það var samið litlar launahækkanir í samanburði við verðbólguna sem Svo ég fá hann ekki Viljón Birgisson á mig, en hann alltaf tala um að það verður svo há krónutala, en það verður að taka tillit til þess að það er há verðbólga. Það eru líkur á því að næsta ári, á þessu ári, að þá rýrni þessar kauphækkanir verulega. Já, þessum er svo spennandi að sjá verðbólguna í desember og í janúar, svona hvernig hún kemur út í febrúar og fleira, fer að segja okkur hver staðan er. Ef að verðbólgan heldur bara sama hraða, þá eru ávinningurinn af kjarasamningunum sem tóku gildi 1. nóvember farnar svona í maí eða júní. Eftir það er bara fólk að taka á sig kjaraskerðingu. Og þá er ég bara að tala verðbætunar innan samningsins. Því að auðvitað á það að vera þannig 1. nóvember átt að fá okkur að verðbætu fyrir það sem að verðbólgan var búin að éta af þér frá síðustu launahækkun sem var í apríl. En var ekki? Nei, ég meina ef þú takir það með, að þá fer þetta bara að vera búið í næsta mánuði, Þá er hætt við að raunlaunin, þar sem að fólk situr eftir hjá fólki, að það sé orðið bara farið niður fyrir það sem var í apríl í fyrra, Verðbólgan er svo grimm, Já, þetta lítur ekki vel út fyrir heimilin í landinu og við kannski Má ég skjóta einu af því að ég sá það það er verið að því að nú er vaxtahækkun ákvörðun 8. febrúar. Og það er svona, nú eru hinni svokallaði markaður, sem eru ykkur skuldabréfa braskarar og eitthvað svona, byrjar að veðja á að það verði 0,5% stýrivaxta hækkun.
og þá verður læti sko. Já. Og það eru vísbendingar að það verði þannig þegar að þessi braskara sem að kannski vita meiri heldur en við hinn. Já. Spurjum hérna Auðu Ölvu sem ekki í braskari en fylgist með verðbólgunni. Hvernig hennar tilfinning sko hvað það sem að drífur hérna verðbólgun áfram. Ef það eitthvað sem að Seðlabanki telur sig geta ráðið við með stýrivaxtahækkun, þá gerir hann það. Já. Hann telur það sé bara sitt lögbundna hlutverk, svo við tölum nú áfram eins og lögmenn, að halda niður verðbólgunni. Já. Og ef það matur að verðbólga sig hérna uppsveiflu og það slá á hana með stýrivaxtahækkun, þá gerir hann það. Já, og það eru ekki bara hið opinbera, það ekki ríkið eingöngu sem að hækka verð á þjónustu og vöru. Það eru líka matvöruverslanir og það var samkeppniseftirlitið benti á það að það er vaxandi okur í matvöruverslunum. Og framlegð dagvara hefur aukist næstu 30% á föstu verðið. Þetta eru sláandi fréttir og þetta finna væntanlega fjölskyldu fyrir. Já, við sögum frá þessu samstöðinni, það kemur, ég veit ekki alveg hvað þetta allir kemur byrtist 22. desember, daginn fyrir Þorláksmessu, ég tók ekki eftir þessu, inni á heimasíðu eða VF samkeppniseftirlitsins, svona vangaveltur verðbólgu og samkeppni og það verið að fjalla það sko, yfirleitt samkeppni ekki vopn gegn verðbólgu. Nema það sem eru sko veiklaðir markaðir, það sem einhverjir hafa sko sterka markastöðu. Þar nýta fyrirtæki sér það til þess að hækka verð umfram tilefni. Og þeir taka þarna 3 dæmi. Við tókum dæmi, fólk verið á samstöðum.is og sjáðu fréttum dagvörumarkaðina eða matvöruna. Það sem hefur verið að hækka, bara búm á milli ára og svo líka tekið byggingavörunar og eldsneytið og færðu rök fyrir því að þarna séu í gangi hækkanir langt umfram tilefni og það sem að kemur þarna fram til dæmis að hækkunin sem það sem bæta við álagningu sína á síðustu 3 árum svona 2 milljarðar sem taka aukalega til sín ef maður miðar við veltu, haga og festi sem eru sömu fyrirtækin og komið söguna áðan í sambandi við verkfallið. En ef svo segja það 3% munur á framleg, það sem taka hlutdeildinni, sem taka á Íslandi heldur en í Vestur-Evrópu og það eru svona 7 milljarðar sem taka eiginlega í svona óþarfa álagningu sem sko mikill skattur á almenning bara í matnum. Já. Og ég held að við höfum ekki að gera ráð fyrir að segja eitthvað öðruvís í bílum og bensíni. Þú ert að tala náttúrulega 2 risafyrirtæki. Fjármálakerfinu. Já, það eru 2 risafyrirtæki inn á þessum dagvörumarkaði með hagar og festi og þannig eru líka lífeyrissjóðirnir sem eiga stóra hluti í þessum fyrirtækjum. Þau hafa ekki svona það sem heitir samfélagslega ábyrgð. Ef þeir hefðu samfélagslega ábyrgð þá myndu að segja inn í stjórnunum sko, við viljum ekki að fyrirtæki okkar okri svona almenningi. En það er ekki borið á því. Nei, þeir verið líta svo á að almenningu græði á því að fyrirtæki skilir sér mestum arði, þannig að rennin í lífeyrissjóðinn og svo þegar þú ert orðinn gamall, ef þú verður ekki bara dauður af vinnuþrælkun áður og vosbúð og erfiðleikum og afkomu kvíða og eitthvað fleira, þá verður þau betri eftirlaun. Þetta eru mest innflutavörur sem að þú nefnir hérna, sem að er hérna að hækka mest og verði að framleiðir. Við ætlum að tala um verðbólgu við hana Auði á eftir og líka við ætlum að halda áfram að tala um verðbólgu svona næstunni, ég vara fólk við því. Já. Og það verður, við myndum sleppa þá verður talað um verðbólgu í fréttum bara út þetta ár. En ég svona eiginlega að líta við fréttalistan og þetta kannski ekki skemmtilega fréttir sem við erum að færa núna í kvöld en við ætlum að fjalla eins frétt sem birtist á heimildinni viðtal við Guðmund Inga Þóroddsson sem formaður aðstöðu félags fanga og hann segir í viðtalinu og bendir og vitnar í skýrslu frá Amnesty International og vitnar í tölur frá Íslandi að íslenski dómarar þeir senda 10-falt fleiri fanga í einangrunarvist heldur en norrænir kollega þeirra og þá einangrunarvist álitin vera pynting samkvæmt stöðlum Amnesty. Og hvað heldur að það er rétt fyrir sér? Íslensku dómararnir þessi norrænu?
Ég hugsa, ég get nú kannski, ég er nú ekki dómbar á það, en ég er svona ímyndum mér að dómkerfið í Noregi, Svíþjóði, Danmörku og Finnlandi sé nú svona öllu stöðura og svona réttlátara heldur en hér. Við ætlum frekar að laga okkur að því heldur en þeir fara að taka upp að tífalda einangrunar, vist. Þetta eru rosalega tölur, þetta eru svakalega tölur, vegna þess að eins og segir í skýrslu Amnesty, þá er þetta ígildi pyntingar og menn fara nú ekki vel út úr því og við eigum náttúrulega hræðilega sögur úr okkar bæði samtíma og í okkar fortíð beitingu þessu úrræðis og hvernig þetta hefur áhrif á fólk. Og við erum ennþá að fjalla sem er eitt bara stærsta mál síðustu aldar. Já, bara ekki á íslenska mælikvarða heldur er þetta mál sem að fólk í Evrópu þekki til og þetta er mál sem að erlendi miðlar og erlenda sjónvarpsstöðvar hafa gert þættu en þetta eru sláandi tölur og við kannski rýnum með þetta eitthvað. Já, líka af hverju dómararnir er svona. Ég manst ekki eftir því svona fyrir nokkrum árum þá var að tala að væri eitthvað svona dómsýsla sem geti haft svona eitthvað svona hálfgert eftirlit með dómurum. Það var ítt í burtu, ég ætla að grafa það upp af því að það er aðferð til þess að svona, eitthvað svona gerist ekki. Nú er það bara að bæta við dómstígi. Já, það er eitt en þú getur líka verið með eitthvað svona kerfi sem hefur eitthvað eftirlit með dómurum þannig að það skapist ekki eitthvað svona furðuleg. Já. En svo það var mikið talað um það þegar var að setja á dómstígi landsdómstólun var settur á að auka framlegð eða svona að flýta framkvæmdum og þarna kannski er líka orðin til geta sem þarf að sem að vill endilega viðhafa eitthvað og finna sitt mikilvægi. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað svona tilhneiging til þess að dómstólar búi sér til sitt mikilvægi með því að vera að senda menn sýnt og heilalt í bæði fangelsi og einangrunum og þannig viðhaldi sjálfur sér. Herðu, megum við slá botnin í þetta núna því að það eru gestir að koma og við munum halda áfram að ræða fréttir. Bara í besta mál. Herðu, sjáumst á morgun. Sjáumst. Nefnum við viljum sitja þetta með okkur eftir. Sjáum til. Herðu, það er áfram verðbólga og dýrtíðin. Skemmtilegt orð sem var nú meira notað á síðustu öld, dýrtíðin. Við ætlum að nota það. Auður Alva Ólafsdóttir eftir augnablik. Herðu, það er verðbólgan og Alþýðusambandið hefur haft verðlagseftirlit elstu menn muna, ég held að það sé örugglega 20-30 ár sem það tóku við því. Þú ert ekki búin að vera svo lengi, hvað ert búin að vera lengi í? Herðu, ég er búin að vera 5 ár. Já, þannig þú tókst við þegar verðbólgan var bara 1,5–2%? Já, hún var bara mjög svona kósí þegar ég tók við, en hefur ekki verið mjög notaleg síðustu 2-3 ár. Já, nú er orðin spenna í þessu og nú skiptir þetta feiknarlegu máli.
mjög, og þetta skiptir auðvitað alltaf gríðarlega máli. Ég meina við erum auðvitað vinna því að hækka laun og bæta kjör með því, en það skiptir bara jafnmiklu máli að við tæklum hina hliðina, verðbólguna sko, og verðlag. Má ég samtidig verðlagseftirlitið, kannski eftir að spyrja því sem að vinna við þetta, en er gagnað þessu? Hafið þið áhrif á fyrirtækin þannig að þau veigri sér við að hækka? Já, ég held að fælingar áhrif þetta hefur maður engar sannanir fyrir því, en svona aðhaldi er alveg gríðarlega mikilvægt, sérstaklega á svona fákeppnismarkaði eins og Ísland er, og bara, já, það er bara fákeppni á flestum af þessum stóru mörkuðum þannig að, og maður veltar alltaf fyrir sér, þetta er verðbólga, oft há þrátt fyrir þetta verðlagseftirlit, en ég meina hvernig væri þetta ef það væri ekkert aðhald? Ekki fylgist með. Og við erum með þetta, þetta er tvennt, við veitum fyrirtækjum aðhald og svo er þetta bara líka upplýsingar til neytenda. Sem að byggja verðskinn, sem að skipti fegnarlegu máli. Já, verðvitund, þannig, einmitt. Það er nefnilega verið talað um það að til dæmis COVID, að því að það verið svona röskun á því hvernig fólk hefða lífi sínu og það fara allir að, panta og þá verður það dýrar og eitthvað svona. Það er talað um að það hafi skapast færi raunverulega til verðhækkana út af veikingu á verðskinni almennings. Já, það má alveg til sannsvega færa, og þetta bara alltaf þegar að verðbólga fer af stað og þá skerðist verðvitund neytenda. Og það var oft verið að tala um Íslendingar séu svo lélegir neytendur, en ég vil meina að það sé einhver leyti tilkomið vegna þess að það er hvað ég segja, já, almennt séu frekar há verðbólga með við löndum í kringum okkur, þannig að við erum einhvern veginn bara vön með miklum sveiflum í verð og yfirleitt þá bara verðhækkunum, það gengur auðvitað mun sjaldnar tilbaka aftur, þannig að það hafi bara þessi áhrif að fólk áttar sig ekki á hvort einhverja verðhækkanir eru eðlilegar eða ekki, og fólk upplifir jafnvel, ég meina, á ég eitthvað að vera að fara til, yfir í næstu verslun til að skipta við hana eitthvað frekar, ég meina, er ekki bara sama í gangi þarna og svona eins konar, uppgjöf. Þannig að fólk látið bara yfir sig ganga? Já, ég held það sko. Það er á kaffihúsið og pantar í kaffibollan kostar 730 í staði fyrir bara labbi í burtu. Já. Að þá bara borga maður og drekkur það með ólund. Já, ég geti trúið því að þetta hafi áhrif sko. En ég held nú að Íslendingar séu að verða betri neytendur. Mér finnst svona, það hefur verið bara mikil umræð verðlagsmál og neytendamál núna í síðustu árum og ég held að við séum svona farin að standa okkur aðeins betur sko. En nú, að því að þið gerið verðkannanir og svo kemur opinberar tilkynningar verðlagsbreytingar. Er samhengi á milli, sérðu það kannski eitthvað sem að þið hafi verið að mæla, að þá sérðu að það sé að koma hækkun sem að síðan kemur, eða ert þú eftir, eða ert þú bara eins og allir aðri og spennt hvað kemur út úr hagstofunni? Sko bæði og... Kom þér á óvart hvað hann hækkaði mikið? Nei, raun og veru ekki með að við fjárlögin núna í haust, en jú, það komir smá óvart að sjá hvað þetta var stórt hlutfall af hækkunum núna áramótin. Hækkanir á, eða þessar skattahækkanir opinbera og hækkanir á gjaldskrám hjá sveitarfélögum. Þetta var bara, þetta er helmingur af hækkunni núna milli mánaða, þannig að þetta vegur gríðarlega þungt. Það eyðilagði útsölurnar. Já. Og eyðilagði það að það er orðið komin slaki í fasteignamarkaðinn. Já, þannig að þetta kom sem byrjar að kikka inn sko. Þannig að já, og þetta er náttúrulega mjög sérstakt í ljósi þess að ráðamenn hafa talað mjög fjálglega og að þeir ætla að auka eftirlit með með verðlagi og veita aðhald á neytendamarkaði og tækla verðbólguna og svo eitthvað bara kyndir í opinbera undir verðbólguna, eigur hana. Ég sá í yfirlýsingunni þeirra aðgerðir stjórnvalda í tengslu við kjarasamninga. Þá er einn liður sem er að þeir láta 10 milljónir í auki verðlagseftirlit og ég var svona gæla við það að það næði ekki hálfu stöðugildi sérfræðing sem er launatölu gjöldum og skrifstofukostnaði. Einmitt, já, ég held að kannski 5 mánuðir. Gæti alveg verið rétt metið hjá sko, en ég held að þetta hafa nú verið tengt líka verðlagsátaki sem verður farið í með rannsóknarsetri verslunarinnar sem að einhver aðrir hafa örugglega komið inn á hér í sem að tengdist kannski freka samningnum hjá VFR og iðnaðarmönnum eða ekki, sem að þeir eru í einhverju Jú, ég held það, án þess að ég þóra alveg að slá því festu.
Þannig að þeir fá þarna manni í 40% starfi til þess að vinna með sér. Já, en þú veist, þetta náttúrulega bara, ef ég má, tala mér hint út, bara algjört djók, sko, þú veist, að stuðningur stjórnvalda, hann felist í einhverju 10 milljónum sem hent í eitthvað svona. Við sáum náttúrulega, þú veist, það líka búið að vera að tala um að það þurfi, að styrkja þú veist, eftirlit og aðhald en ég meina svo sjáum við í fjárlögum, ég meina ekki eru þessar stofnanir sem að eiga að veita þetta aðhald, samkeppniseftirlitið og Neytendastofa, ekki eru að sjá einhver aukningu í fjárframlögum til þessara stofnana. Þú veist, þannig að þetta einhvern veginn bara í orði en ekki að borði, sko. Stjórnvöldum nú ekki sérlega hlýtt til samkeppnisstofnunar. Allavega þingmenn Sjálfstæðisflokksins í ræðu og riti hallmanna þeirri stofnun útúrstöðu. Núna til dæmis þeir eru komið með úrskurðin Gunnarsmajónes, hvort að KS sem að held ég eigi Finnsson. Þetta einhverju svona saman í hillum í búðunum. Og þá mikið látið með að þetta sé 300 blaðsina skýrsla og hafi svona mikil tími yfir eitt í það. Þú tekið eftir þessu, mikil umræða og alls konar fréttir sem eiginlega liður í því að tala þessa stofnun niður. Já, sem bara mjög sorglegt af því að þetta koma fólki í spansfyrir sjónir að samkeppniseftirlitið sé skrifandi langar skýrslur einhverja sósur en þú veist þetta skiptir allt bara máli og vinna samkeppniseftirlitsins hefur gríðarlega áhrif á verðlag hér í landinu þannig að ég held við ættum ekki að gera lítið úr þeirri vinnu sem fer fram. Það mætti vera meira. Já, og ég held að það sjálf nokkuð víst að samkeppniseftirlitið myndi vilja hafa meiri tíma til þess að fara í frumkvæðis rannsóknir á mörkuðum eins og á þessum fákeppnismörkuðum, matvörumarkaði, eldsneytismarkaði, tryggingamarkaði og svo framvegis en máli að mest allir getur verið henni allt kvöld sko að telja upp. En máli að þeir þurfa að forgangsraða þessum samræna málum og þeim svo þröngur stakkur sniðinn vegna lágra fjárframlaga að þeir hafa eða ekki tíma í neitt annað, veist, þannig að þetta bara í boði ríkisins að aðalfókusi liggur í þessum samræna málum að þeir hafa ekki og þetta voru niðurstöður skýrslu ríkisendurskoðunar starfsemi samkeppniseftirlitsins sem að þingmenn Sjálfstæðisflokksins einmitt spenduðu sérstaklega af því að þeir vildu að það að starfsemi stofnunarinnar yrði rannsökuð í kjölinn sem auðvitað bara gott að blessað og gott að fá úttektir á öllum þessum stofnunum hér á landi en þetta var niðurstaðan að vegna fjárskors og þá hefur samkeppniseftirlitið ekki tíma til þess að veita það eftirlit sem svo mikilvægt til þess að halda verðlagi hér á landi lágu. Það þau sendu frá sér, veit ekki hvað það heitir, það var eitthvað svona greinagerð verðbólgu og samkeppni 22. desember sem að við vorum eitthvað að vitna í samstöðinni.is. Það sem eru svona að eiginlega draga upp svona myndir, til dæmis á matvörumarkaðnum, það sem bara verið að auka álægninguna eða framleiðina sem að situr eftir. Bara mjög, ég veit ekki hvað það sé hægt, en mjög bítandi. Já, þeir fóru á stað í þetta núna í vor og þetta bara kjölfarið af umræðu að framboð eftirspurn, þú veist, vegna hliðrunar á framboði og eftirspurn í kjölfar COVID að þá hafi svona samkeppnisaðstæður einhvern veginn breyst þannig að og skapast mögulega tækifæri fyrir verslanir til þess að hækka álagningu. Þannig að þeir fara í þessa athugun þar sem þeir eru að skoða þróun á framleið yfir tíma á þessum mörkuðum, matvörumarkaði, eldsneytismarkaði og svo á byggingarvörumarkaði og eru þá að skoða timbur sérstaklega og það má sjá þarna að það var svona eiginlega besta úttektin var á matvörumarkaði, fannst mér. Það var svona skýrust. Það var svona eins og þeir kíktu aðeins inn í byggingarvörunar og svo voru þeir byrjaðir að vitna í bensínvakt Kjarnans inn í eldsneytinu. Það var eins og svona, það væri eiginlega búinn svona orkan eða tíma sem við höfðu í þetta. En það sem kom fram í matvöru var bara sláandi, sko. Já, og það líka svolítið mikið fjallað eldsneytismarkaðinn og nú þegar þú veist, FIB fylgist vel með bensínverði og en já, það voru mjög áhugaverðir niðurstöður varðandi matvörumarkaðinn og það meðal annars að framleið hefur aukist hjá matvöruverslunum á
á sama tíma hún hefur lækkað hjá heildsölunum. En við höfum þetta heyrt að hérna matvöruverslanir benda þetta sífellt á, já, oft allavega á heildsöluna þegar að hérna... Það var alltaf þannig í gamla daga, mann ég. Já, og hérna, og auðvitað, þú veist, hækka heildsölunar væntanlega verða eitthvað og hérna einhver hluti af þessu verðhækkunum sem hérna hafa verið síðustu ári eru tilkomnar vegna hækkunar hjá heildsölum. Ég er ekki að segja annað. En það kom líka fram að álagningin var minnst gagnvart vörum sem voru framleiddir í Íslandi. Já. Og maður sem svona amatör velti því fyrir sér að það ákveð aðhald hjá framleiðandunum. Ef að þú framleiðir Gunnars majóness að þá ert þú með aðhald að sko sé ekki verið að leggja allt og mikið á það í búðinni. Þannig að það sé eitthvað svona, síðan koma heilsalarnir sem þau keyptu heilsalana og kannski er eitthvað aðhald þar. En þegar búðirna flytið inn sjálfar að þá fer álagningin alveg upp í topp sko. Já. En máli á matvörumarkaði núna og það kom skýrsla út ára 2016 sem Samkeppniseftirlitið gaf út dagvörumarkaðinn að hérna þarf að svolítið verið að fjalla þessa þróun þegar að hérna lágvöruverðsverslanir eru orðnar svona stór hluti af markaðnum að þá eru þær með svo mikið hérna, hvað ég segja, já bara vald að í raun og veru heildsalanir eru farin að keppa sem að koma sínum vörum í hérna hillur þannig að já, valdi liggur svolítið hjá þeim og svo sáum við í þessari skýrslu sem þau gáðu út núna í desember að álagningin er mest á þeim vörum sem að verslanir panta sjálfara utan og hérna merkja sér, þú veist, segjum bara bónus eða krónu, þú veist, vörur, þú veist, pulsubrauð eða eitthvað hérna, eða eitthvað annað, það er nú vantarlega millu pulsubrauð á þess að ég veit það. Já, merkja sér sjálfara þegar hérna þá er það ekki að kaupa af heildsölunum og geta stýrt þessu betur sko. Kannski þessi vörumerki sem eru víða eins og Euroshop og eitthvað svona sem er hluti inn, líklega er átt við þær vörur sem eru með eitthvað 37% álaningu. Já, er ekki líka verið að tala það sem eru merkja sér bara sjálfur. Eins og, já, er það ekki mest svona innlendi? Ég er ekki alveg Já, getur verið, ég kannski er ekki þessu saman. Bónuskjúklingur og eitthvað svona. Já, getur verið, en allavega þá þetta skapar þetta þrýsting á hérna heildsalana hér heima, þannig ég held að hérna, hvað ég segja, að það sé tölvöld samkeppni á milli heildsala sko og hérna, já. En er ekki, þegar maður skoða þetta og þegar þú ert að skoða svona þessar verkanir og svona, þá álagning óþarlega há hérna, ekki? Jú, ég held að við getum alveg sagt það, ég meina við sjáum það bara á hérna hagnaðartölum þessara fyrirtækja eins og hérna, Já, bara hjá Högum og Festi til að mynda sem eru auðvitað bæði með hérna matvöru og hérna eldsnetið, að þetta eru tveir stóri fákeppnismarkaðir og hérna líka samt nauðsynja vara sem er verið að hérna vesla með. Og svo þú veist getum við heldur ekki og þá er ástæðan ekki svo að Íslands er langt frá öðru löndum og meiri flutningskostnaður, við erum bara að tala álagningun inn í búðinni. Ég held að þessi flutningskostnaður sé mjög oft hérna ofmetinn en auðvitað hérna ég meina væntanlega flutningskostnaður samt aðeins herri en svo er líka fákeppni í flutningum. Þannig að þetta er einhvern veginn alveg hérna niður alla keðjuna. Eins og sést á reikningum til dæmis Eimskip sem að græðir stórkostlega í COVID. Þannig að hérna en þú veist, svo getum við ekki bara hort á hagnað álagningu, þú veist, ef að hér væri meiri samkeppni að það væri líka bara meiri skilvirkni í rekstri og þú veist, meiri hvati til þess að hérna, já, bara hérna haga rekstrinum þannig að hérna, hann sé skilverkari og við sjáum þetta þar pínu sérstakt finnst mér með þessar lágvöruverslanir hér á landi hvað það fer mikið púður í hérna markasetningu og hérna hafa stórar og flottar verslanir og þú veist þetta, þú veist finnst mér maður ekki sjá eins mikið í lágvöruverslunum á hinum Norrlöndunum, þú veist það ertu bara með og ég meina bónus þetta byrjaði þannig. Og bara auglýsir verð. Þú veist bara stæður og þú veist þetta eru ennþá með þess að walk-in kæla sko en þú veist þeir eru mjög mikið hérna, já eitthvað meira púður sett í markasetningu, það eru þetta bara á milli krónunar og bónus sem maður sér það alveg. Komin í svona milli verð. Já, en bara í fræðunum þá er talað að þú veist, að hérna, þú veist, ef að verslanir eru ekki að keppa á verði, þá keppa þeir á sviði markasetningar. Þú veist, þannig að maður, hérna, þú veist, veltir þessu fyrir sér og ég meina krónan sem er að vera lágverðsverslun, þú veist, óbúslega flottar, hérna, glæniga verslanir og þú veist, og þetta er bara mjög, hérna, gaman að versla í hugulegum verslunum, en hérna, ég meina, maður bara veltir þessu upp, ég meina, væri hægt að ná fram meiri skilvirkni og hérna, þannig lækka verð.
En nú það líklega þannig að það mjög erfitt að koma inn á hana markað vegna þess að keðjur eiga innflutningsfyrirtækin og það teygja sig út allt. Þannig að staða þeirra á markaði mjög svona geirneld. Það erfitt að sjá fyrir þessu bónus verða til úr engu eins og gerðist fyrir bráðum 30 árum. Einmitt. Og ég meina hluti af því að þessar stóru verslanir fá betri kjör hjá heildsölum en litlar verslanir. Þetta þröngvaðu til þess að þú ert með marga búðir. Já. Og ef þú ætlar að byrja með bónus í Skútuvogi með eina búð, þá ertu í mjög slæmri aðstöðu á móti þessum stóru keðjum. Já, þetta bara, þetta virkilega erfið staða og þetta, hvað ég segja, bara miklar aðgangshindranir á þessum markaði sem og mörgum öðrum. En svo líka áhugavert að pæli, bara varðandi hagnað og verðlag, ef maður skoðar, og nú erum við alltaf að reyna hjá verðlagseftirlitinu að varpa betur ljósi á verðlag í þeim verslunum sem eru ekki, oftast með hæsta verðið eða lægsta verðið, hvað að gerast þarna á milli, hversu mikill munur á milli bara Netto og Fjarðarkaups og svo framvegis. Og það alveg áhugavert að sjá hvað Fjarðarkaup, án þess að ég ætla að vera að auglýsa þá hér, en nú þetta samt ekki, þetta ekki stór keðja. Ég meina, við erum með þessar risa. Já, þetta bara ein búð og ég meina. Og þú sérði líklega eitthvað af fjölskyldunni sem að reka þetta ef þú ferðan inn. Já, þetta mjög svona vinaleg verslun. Og svo erum við með þessar risa bónus, Netto og Krónuna. En hvað Fjarðarkaupum tekst að vera með lágt verð að svona miða við að þetta er bara ein verslun og þeir eru ekki með þessa stærðar hagkvæmni, og þá veldur maður fyrir sér, miða við hvernig sumir forstjórar þessara risatala, þá ætti Fjarðarkaup bara ekki að geta verið í rekstri, miða við hvernig er allt erfitt hjá þeim, að þá ætti bara, ætti þessar litla búðir ekki að geta verið til, þannig að þetta er það áræningi kannski stilt inn á það að þessi fjölskylda geti lifað af rekstrinum? Já, það er kannski ekki eins mikil en ekki þannig að fjármagnseigendunni geti greitt sér mikið narð. Í því liggur kannski munurinn, og fjölskyldan vinnur að einhverju leyti, þannig að taka þau bara á launum. Já. Þannig að við kannski skoðum við reikninga Fjarðarkaups og berum það saman við hitt. Já, það var áhugavert og BHM var nú með áhugaverða samantekt þar sem við voru að taka saman var að skoða bara hagnað þessara verslana síðustu ár og það er mjög áhugavert og við hefum gert það og hefum oft vísað í ársreikninga þessara fyrirtækja. Það er stóru. Já. Þú ert búin að vera inn í 5 ár. Hvenær kom Costco? Það var aðeins fyrir þann tíma, ekki? Nei, var það bara 2016? Hver voru Costco áruð? Því vorum að tala um að koma inn á markaðinn. Nei, það verið 2016. Eða þú hefur bara komið alveg... Það verið 2017, ég kom þarna... Alveg það leyti. Þá komu þeir inn með trukki og buðu upp á munlæra verð. Það var upplifun almennings. Já, og það sást nú alveg, sáist breytingar, greinilegar á vísitölunum neysluverðs, tíma. Að verða á matvöru lækkaði, yfir nokkra mánuði, en svo fór það að rísa aftur. Og verðið í Costco hækka? Já, þannig að munurinn á Costco og hinum ekki eins mikill og var í upphafi? Nei, og svo þetta getum við ekki alveg borið þessar verslanir saman af því að Costco er það er erfitt að fara í Costco og kaupa allt inn sem þú þarft, þú þarft að fara í eitthvað aðra búð til þess að bæta í, þú ferð ekki að gera öll matreinkaupi þar og við höfum ekki verið með Costco í öllu verðkönnum hjá okkur af því að það er svo erfitt að finna korfuna já og það er heldur ekki samanbera hæft ég meina ég get farið inn í bónus og ég er ekkert skuldbundin bónus að þarf ekki að kaupa mynd til þess að geta veslaðar ég get farið inn og keypt bara eitthvað smáttri og farið út en ég þarf að kaupa kortið og greiða fyrir hjá Costco þannig að hvernig setur það, reiknar það inn í verðið, ég meina það kostar í raun að vera að hafa aðgangað verslunni og svo eru þetta verið úrvalið allt annað fyrir utan að pakningastærðinar, eru bara, risastórar og að fólk þarf þetta að vesla bara í Costco og það þarf bara að vera með lagar heima hjá þér og þetta náður fram lægra verði með þessu. Ég heyrði að fólki í raðhúsi sem að veslaði inn saman og skipti svo. Það er svo þeirra komið
og til Costco þá voru að skipta hambúrgarunum á milli sín og öllum þessu stóru pakkum. Jú, maður hefur heyrt þetta og þetta já, lest mjög sniðugt að margir sem nýta sér þetta, en ég held að það sé líka bara þú veist minni fyrirtæki og svona sem að vesla á Costco. Já, og fyrirtæki sem í smásölu eins og Extra sem með vörur frá og endurselur bara notar Costco sem heilsara. En það ekki líklegt að hafa verið þannig að þegar Costco kemur inn að þá koma þeir inn á lægra verði, segjum bara 20%, svo eru búin að ná sinni 10% markaðshlutdeild, þá annarkvort það að opna bara nýja búð og halda áfram, eða þá segja þannig óþarfi fyrir okkur að vera að gefa kunnanum öll þessi 20%, það eru nóg fyrir okkur að vera bara 5% undir og taka þessi 50% hérna í aukna framlegð. Jú, það verður eitthvað svona, þú veist, bara svona skynja markaðinn og eitthvað finna sér bara þægilegan stað á honum og þurfa kannski ekki að í raun og veru að hafa verðið eins mikið lægra og þeir héldu í fyrstu til þess að þú veist vera eitthvað stöð á markaðnum sko, þannig að ég sá eina setningu held ég að vera síðast hjá þér, eða áður kannski, þú veist með jólamatinn held ég síðast, svo var eins í tilkynningu frá okkur áður, það var eins setning að það vekti athygli að í mörgum vörutegundum munaði bara 1 krónu á krónunni og bónus, og króna var 1 krónu dýrari. Þú kannast við þessa sögu sem að sagði fyrir mörgum árum að ástæðan fyrir að krónan héti krónan var að það væri samkomulega á markaði að það væri alltaf 1 krónu dýrari, annars væri bónus í samkeppni. Já, ég menna, þú veist, án þess að ég geta alveg slegið fyrstu, þá held ég að við getum alveg, giskað á að það sé svo, að það sé eitthvað skonar þegjandi samkomulega án þess að þeir þurfa ekki að hittast upp í Nei, en bara króna far ekki, það var náttúrulega fyrir mörgum árum, ég veit ekki 10 árum eða svo, verðstríð á milli krónur og bónus og og þetta er auðvitað sagt á svona fákeppnismörkuðum að það borgar sig ekki fyrir fyrirtæki að fara í eitthvað verðstríð af því þau tapa bara. Nei, ekki fyrir eigendurnir. Nei, þannig að já, þetta virðist hafa verið lendingin, en þetta eru auðvitað þær vörur sem eru, við erum auðvitað mikið að kanna vörur sem eru mikið keyptar og svona vinsalar og já, það er oft krónumunur þar á milli og það eru vörur sem fást í báðum verslunum, en svo leið og ert kannski komin út fyrir þetta og ert farin að versla vörumerki sem að fást ekki hinn í verslununa, þá verðið oft töluvert hærra, þú veist, þannig að fólk verður líka að passa sig á því að þú veist, þó að þetta sé komið fram í okkar verðkunnum þá gildir þetta ekki allar vörur. Er það herra þá í krónunni eða? Já, eða þú veist, já. Bónus er ennþá ódýrasta búðin? Já. Í ykkar konunum? Já, en það eins og ég segi, þú veist, þetta er ekki bara vörur sem eru til í báðum verslunum en svona meiri hluta, þannig en þetta er eitt af því sem að við ætlum að gera meira af að skoða, þú veist, að ná betur utan þessar vörur sem að eru ekki til í öllu verslunum, að fara út fyrir þessi vinsælu vörumerki, þannig að og því kannið ýmislegt annað, líka opinbera þjónustu, ég man eftir könnun á dagvist sem að var rosalúmunur. Já, þar á við gerum verkannar á leikskólagjöldum og skóladagvistun eða frístund er þetta skallað. Og það er mikil munur. Já, mjög mikil munur. Hvað finnst þér það? Hvað sér þau? Því að nú er þetta verið að tala hvort að fólki í Eflingu eigi að fá staðar uppbót fyrir að búa í Reykjavík. Finnst þér þetta óréttlátt að fólk á Seltjarnarnesi borgi næstu 2-falt leikskólagjöld á við þá sem bara búa annars þar eða? Já, eða þú veist, ég meina, þetta finnst mér bara fleiri sveitarfélög ættu að sjá sér sóma í að hafa þessi gjöld sem, já, bara frekar lág og við sjáum oft, þetta er ekkit endilega stærstu sveitarfélögin sem eru með lággjöld, þannig að þú veist, það er ekki fjárhagslegt bolmagn sem að ræður þarna öllum, þetta er bara pólitísk ákvörðun hvað það ætlar að hafa svona gjöld há, sko. Það vantar eiginlega, að það kannski hittir þetta mestu máli hjá þessi einstæðum fóreldrum og barnafjölskyldum, það vantar eiginlega svolítið rödd einstæða fóreldra og barnafjölskylda inn í umræðina. Já, ég er sammála því og það var eitt sem að við rákum augun í fyrra og við skrifum að einstæði fóreldrar fá afslátt af leikskólagjöldum voru að borga töluvert lægri leikskólagjöld í flestum sveitarfélögum, eða öllum held ég, en afslættinir eru mismiklir eftir sveitarfélögum
En svo þegar börn fara í grunnskóla og byrja í skóladagvistun eða frístund að þá allt í nú ekki afslættir fyrir einstæða foreldra í mjög fáum tilfellum. Þú veist, hvað breytist þarna? Ég meina, foreldrar, þú veist, ég meina það ennþá fullt af einstæðum foreldrum með börn á grunnskólaaldri, þú veist, það ekkert sem breytist þarna. En já, ekki þessir afslættir. En hvað gerir verkalýðshreyfingin við þessu upplýsingar? Hvernig getur verkalýðshreyfingin barist fyrir því að barist gegn verðhækkunum, barist gegn því að fyrirtæki séu að hækka umfram tilefni bara til þess að auka hagnað sinn? Hvað tækir? Sko, bara þessar samantektir eins og opinberu gjöldum, þetta liggur fyrir og oft tekur pólitíkin við eins og með þessi opinberu gjöld og bæjarfulltrúar eða borgarfulltrúar taka þetta upp og benda á og við höfum alveg séð fjallað þetta í skýrslum hjá Reykjavíkurborg og svo framvegis, þannig að þú veist það er alveg fylgst með þessum úttektum og þetta skiptir máli og sveitafélögin eru þetta líka að keppa íbúa, þú veist þannig að þau leitast þetta eftir að bjóða upp á góð kjör fyrir barnafjölskyldur og svo framvegis þannig að þetta skiptir máli þannig að við allavega vekjum athygli á þessu. Og svo þetta höfum við þú veist, þetta er þetta eitt af þeim tólum, ég meina við erum með barnabætur og ýmis svona tilfærslukerfi, að velferðarkerfi og þetta er þetta ein leið til þess að bæta hag barnafjölskyldna og þú veist að verja þessa kannski viðkvæmustu hópa, það er að hafa þessi gjöld sem lægst, þannig að og þetta mikil umræða líka í sambandi við skólamat, þú veist hvort hann er að vera frýr og svo framvegis, þetta skiptir þetta bara gríðarlega máli fyrir kjör fólk sko. Já, sérstaklega barnafjölskyldur og einstæða fólk sem eru með mestu útgjöldin og kannski skulda mest á sama tíma, er ekki komin inn á vinnumarkaðinn og ekki kannski með sömu laun og fá seinni hluta ævinnar og þar fram til götunum. Já, þetta eru bara gríðarlega háar upphæðir, við erum að sjá að sko þú veist á ársbasis þú veist er kannski að muna 200-300 krónum á því hvað fólk er að borga í þessi gjöld, þú veist ég meina fjölskylda með 3 börn að er að borga þú veist kannski einu þessu sveitarfélagi hinn í öðru sveitarfélagi og önnur er að borga þú veist 200 krónum meir en hinn, þú veist bara fyrir nákvæmlega sömu þjónustu eða þú veist þannig að þetta skiptir bara gríðarlega máli, ég meina þetta er bara eins og árslaun, þú veist, mánaðarlaun, þú veist, láglaunafólks og bara millitekjur, sko, í raun og veru, kannski, láglauna. Auður, takk fyrir að koma við Rauða borðið og segja frá verðlagseftirlitinu. Bara takk hérlega fyrir mig. Dýrtíðinni sem er að naga okkur. Nú ætlum við að vinda okkar kvæði í kross og þeir ætla að koma Atli Þór Fandal og Jökull Sólberg Auðunsson og við ætlum aðeins að ræða svona umræðuna sem er í samfélaginu út af deilum Eflingar. En áður en við gerum það þá ætlum við að skella einn sýnishorni af umræðunum niður á þingi áður en þeir tilla sér. Virðulegi forseti, er hæstv. Forsætisráðherra sátt við það ofbeldi sem felst í miðlunartillögu sáttasemjara? Er hæstv. Ráðherra sammála ákvörðun ríkissáttasemjara að leggja fram miðlunartillögu áður en félagsmenn Eflingar kjósa verkfallsboðun? Hvað finnst ráðherra það að ríkissáttasemjari skuli leggja fram miðlunartillögu án þess að ráðskast við samninganefndir aðila líkt og honum ber skylda til að gera lögum samkvæmt? Er það boðlegt að sáttasemjari sé að leggja fram miðlunartillögu fyrir félagsmenn Eflingar sem í raun er samningur Starfsgreinasambandsins, samningur sem stjórn og samninganefnd Eflingar hafa þegar hafnað? Er sáttasemjari ekki að virða vilja forystumanna Eflingar að vettugi og grafa undan þeirra lýðræðislegu umboði með því að fara til félagsmanna Eflingar við tillögu sem forystumenn Eflingar hafa þegar hafnað? Ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina og ef hv. þingmaður hefur fylgst með orðum mínum í fjölmiðlum þá veit hann að ég hef ítrekað sagt þar, ekki bara í þessari deilu heldur öllum þeim kjaradeilum sem hafa komið frá því ég tók við embætti, að það er alltaf best ef aðilar geta leyst málin sín á milli við samningaborðið. Það er hin eðlilega leið og almenn afstaða mín er sú að stjórnvöld eigi helst ekki að beita sér í slíkum málum. Hæstv. forsætisráðherra er búinn að segja í fjölmiðlum að sáttatillaga ríkissáttasemjara standist skoðun. Nú er stéttarfélagið búið að kæra miðlunartillögu ríkissáttasemjara til ráðherra hennar ríkisstjórn. Er einhver að halda því fram að sá ráðherra muni segja það að miðlunartillagan standist ekki skoðun þegar sjálfur forsætisráðherra, forystumaður í ríkisstjórninni, er búið að segja að hún standist skoðun?
Það er alveg augljóst mál að hér erum við farin að tala ákveðið vanhæfi ráðherra sem fjalla þessa kæru. Svo það liggi fyrir. Það er klárt mál að ráðherra félagsmálaráðherra getur ekki sagt, hann á mjög erfitt með að segja það, að miðlunartillagan standist ekki skoðun þegar sjálfur forsætisráðherra er búinn að segja að hún standist skoðun. Og hér má líka taka fram að hér samningafrelsi í landinu fyrir stéttarfélög og verkfallsréttur er eina tæki stéttarfélaga til að fá betri kjör. Vissulega er kominn einn samningur frá starfsgreinasambandinu, en það þýðir það ekki að það eitt yfir alla ganga. Þetta stéttarfélag er sinni kjarabaráttu og er í henni á sínum forsendum. Það er alveg klárt mál að forsætisráðherra er þegar búinn að segja skoðun og styður þessa tillögu ríkissáttasemjara, bæði efni og formi. Já, herra forseti, við hv. þingmaður skiljum stjórnskipan landsins með gerólíkum hætti. Það sem ég hef sagt er að samkvæmt minni skoðun, takandi fram að ég er nú ekki lögfræðingur eins og hv. þingmaður, þeir eru nú margir hér á þingi, þá sýnist mér tillagan vera innan þeirra heimilda sem afmarkaðar eru í lögum. Þar með tek ég enga efnislega afstöðu til tillögunnar, augljóslega ef hv. þingmaður skilur mælt mál, og í öðru lagi kom þar skýrt fram að aðilar eiga að leita til dómstóla. Það er ekki þannig stjórnskipan hér að ráðherra, forsætisráðherra, taki afstöðu til þess hvort að þetta standist lög. Augljóslega eru það dómstólar sem eiga það síðasta orðið. Það á hv. þingmaður að vita, löglærður sem hann er, og þar liggur málið núna. Og við erum í þeirri flóknu stöðu núna að við getum séð þá stöðu fyrir í næstu viku að það verði hafið verkfall, að við enn bíðum niðurstöðu héraðsdóms, að við biðjum niðurstöðu ráðherra um það hvort stjórnsýslukæra verði tekið til efnismeðferðar og að við biðjum niðurstöðu félagsdóms. En það verður ekki forsætisráðherrann sem úrskurðar í neinu af þeim málum, herra forseti. Stundum er að mál verða svona stærri heldur en efnisatriði, verður svona hiti í kringum þau og fólk hefur alls konar skoðunir á persónum og leikendum og stundum fær maður á tilfinningunni að það jafnvel ráðist framvindunni að eitthvað gerist af því að einhverjum er illa við það og þetta á sannarlega við kjaradeilu Eflingar og SA og sem að ríkissáttasemjari raunverulega sprengdi í loft upp með því að koma með miðlunartillöguna. Það er mikill hit í þessu og því ég skildi ekki þá ég fengið hérna 2 menn til þess að reyna að átta með þessu. Það er Jökull Sólberg Auðunsson og Atli Þór Fandal. Verið velkomnir. Takk fyrir. Þannig að ég er að narra ykkur hérna í það sem er stundum gert grín af sem er umræða umræðuna sem að að því að ég held að það skipti máli að því að það er mikill hit í þessu. Allstar það sem ég kemur fólk endir að tala um þetta og segja skoðanir sínar á persónum og leikendum og annars líkt. Ég má byrja á þeirra allir, hvaða lið eru að takast á þannig? Hvað er þessi deila? Ef við ítum svona í burtu hver er að kæra hvern hvað er deilan? Ég held að Efling er búin að færa mjög góð rök fyrir því hvað svona þeirra aðstæður eru sérstakar. Þau ákveða að fara ekki með hinum og deilan kannski snýst allt um það. Þú veist, það er náttúrulega framfærslu krísa hjá félagsmönnum Eflingar. En svo á móti koma þessi kraftar og það sem að menn segja bara já, starfsgreinasambandi gerði samning og það hefur eitthvað svona boðun yfir hinnu. Halldór Benjamín fór vel yfir það til dæmis í Silfrinu ekki á helginaldur þar áður. Það sem hann sagði bara trúnaður samtaka atvinnulífsins lægi við hinn félögin. Og ég meina það er náttúrulega það sem er bara að vera að deilum. Ég meina bara að þú veist hafa stéttarfélögin, fara þau með sinn sjálfstæða samningsrétt. Ég meina það er almennt ekki deilt á yfirborðinu. Og svo þessi krafa sem að mér finnst ríkissáttasemjari hafa ég veit ekki hvernig ríkissáttasemjari ætlar að vinna ef hann nýtur ekki traust vinnumarkaðsins. Það náttúrulega gengur ekki. Og það mun kannski ráðast aðeins á næstunni hvernig hann er að leysa úr þessu vegna þess að á einhverjum tímapunkti þá smitast þetta náttúrulega úr því að vera traust á þann sem fer með hlutverkið á
stofnunna og síðar sko hugmyndina sjálfa þessi til. Það er bara hægt að hann sé að kveikja í eigin orðspor og hann jafnframt í sko raunverulega embættinu. Já, ég meina, það er hægt á því allavega á næstu dögum, sko, það fyrir alltaf svolítið eftir hvernig þið spila út úr þessu, en ég meina þetta er bara, það sjá það allir sem vilja sjá það, að þetta var eins og að kasta bensinni. Ok, annars vegar hérna stéttabarátta fátækafólksins á vinnumarkaði og það, flesti geta skilið það, en það er sumir stýða það, en svo er eitthvað sem segja, við höfum þær leikreglur á vinnumarkaði að þegar þið búið að semja við einn á almennu vinnumarkaði, að þá eiga hinir að beygja sig undir það. Þannig að þó svo eins og þetta sagt við mig ef ég var að skipta ávísun þegar ég var 12 ára og var ekki búin að fá nafnskírteini og gjaldkeri vildi ekki skipta ávísunni og það var þetta rétt fyrir hérna lokun á föstudegi og ég sagði ég yrði að fá þetta vegna þess að ég var einn heima í bænum og þyrfti bara að fá þetta til þess að borða. Þetta voru launin mín sem Piccolo Hótel Sögu og baði að fá að tala við útibússtjórann. Og þá kom útibússtjórinn hlusta á mig og þá sagði hann drengur minn, þetta eru reglur og við breytum ekki reglum þótt að fólk þurfa að éta. Þannig að það er þá rökin á móti að leikreglunar á vinnumarkaði séu þannig að þó svo að ykkar kröfur séu réttmætar að þá breytum við þeim ekki. Er þetta? Mér finnst þetta að vera svona kannski einn útúrsnúningur sem að ég voru varfið er að fólk er að segja sem að svona skoða Facebook komment og reyna að þreifa svona finna einhverja áferði umræðinni og svona og alltaf verið að benda á að hann megi gera þetta og þetta má en þetta er ekki endilega eitthvað sem maður þarf að gera og þetta er náttúrulega embættið sem að krefst þess að það sé svona að hann sé að hérna ekki að testa limitin á hvað hann gæti komist upp með, þetta er ekki þannig embætti en mjög margir umræðinni sem eru svona að styðja hann stökkva beint á þetta sé tæknaða máan og minna hvað, þú veist, sem er alltaf oft í umræðinu þá er eitthvað sem kemur inn og segir þetta má, já, þetta má þetta. Þetta er ekki lögbrot, þó svo að segja ekki, enginn sé að raunverulega láta það snúast úr það. Já, hann er náttúrulega á að halda fríð á vinnumarkað, hann er ekki að gera. Nákvæmlega, þetta er embætti sem að gengur út á að hafa eitthvað svona gott touch og góðan sans fyrir hvernig deilan er að mjakast áfram og það krefst bara meiri tíma átt að sjá því en hann gaf sér sko og ég held að það sé svona the giveaway í þessari umræðu og í því sem hann gerir er hvað hann gaf sér stuttan tíma í þetta það veit allir að það þarf meiri tíma fyrir þetta embætti átt að segja á þessu sko mér finnst þetta áhugavert, margir pikkuðu þetta strax upp einhvern veginn og meira að segja stjórnmálamenn og aðrir. Fannst eitthvað að því hvernig hann kemur, það náttúrulega særði svona sanngirnis hugmyndir svona almennings að hann tekur hérna, tilboð annars deiluaðila þetta er ekki svona Salamónsdómur að skipta barnin í tvennt. Já, allt mjög skrítið við það þegar hann kemur hérna, í fréttatíman og allir eru þú veist að bíða eftir þú veist útskýringunni af hverju gerendur svo snemma þá var allar útskýringar frekar svona sérstakar frá honum fannst manni sko að að það væri ekki að talast við og svona og hann nefndi aldrei að þú veist Efling hefði til dæmis komið með ýmsar svona komið tvisvar sinnum með aðlögu tilboð á borðinu og Samtök atvinnulífsins gerði ekki. Það hefur verið neina umræðum það voru mjög stuttir fundir þarna, einhverju fundir sem var fresta fyrir jól og það var eins og væri engin sérstakur áhugi á að reka viðræður við Eflingu sko. Nei, þá spurningu þú veist hefur ríkisstjórn semjari eitthvað svona hvað má hann og hvað má ekki, þú veist, má hann skikka annan aðra en ekki hinn líklega ekki skilur en þú veist, mínum huga var það Samtök atvinnulífsins voru svona svolítið að stónvola í hvaður íslensku, svona stöðu þetta frekar en hinn aðeins sko. Svona við Anna er líka stór persóna í þessu, þegar maður hittir fólk svona þá, hérna, eitthvað sem að styður stéttabaráttu lánaðu fólks, kemur oft, ég er nú ekki alltaf sammála, þú veist, mér er nú ekki, hvernig hún kemur fram og alltaf svona eitthvað svona, það er eins og fólk þurfi einhvern veginn að taka afstöðu til hennar með það að taka afstöðu til málsins. Hún er náttúrulega orðin sko bara ótrúlega stór persóna í fréttaumhverfinu á Íslandi. Já, ég meina það er nú kannski allt í lagi að fólk hafi einhverja skoðanir á henni, ég meina þetta er ótrúlega öflugur stjórnmálamæður og ég meina hún er bara stjórnmálamæður, bara bergasti stjórnmálaleiðtogi Íslands. Hún er líka, það er líka hérna, hún er líka hreinskipt og fer hratt í átök. En ég held nú reyndar að það spili líka bara svolítið stóran part að það fer bara verulega í taugarnar á ansi mörgu
fínu fólki að að eitthvað láluna liði í Eflingu sé að taka þessa baráttu á eigin forsendu, en það alveg 100% réttur þessa félags og þessa fólks. Það heyri það svolítið að vera að finna því hvernig þau klæða sig, hvað þau segja, hvernig þau segja það, hvað sem mörg þau mæta, þau eru alltaf einhvern veginn að gera vitlaust inn í heimi hinna ríku. Það enda svolítið, ég fyndi að þú segja það að það alltaf allt sem þau gera vitlaust, en svo kemur einmitt í umræðin í gær, menn voru ekki lengi að stíga fram og segja það ekkert að þetta einhverja stjórnsýsla ákæru, svo kemur bara í ljós í umræðin í gær að það eru bara engin ákvæði sjálfstæði ríkissáttasemjara í lögunum lengur. Þú hefur lesið lögin betur en hinnir. Já, þannig að ég held að það sé félagslegt ég meina, og ég segi alveg sem svona einhvers konar góðborgari kannski, þú veist að stundum á maður alveg svona svolítið erfitt með, þú veist, en það bara þannig að það algjörlega á hreinu að stéttabarátta hvers og eins hóps, hún má og skal fara fram á forsendum þess hóps. Þannig að það bara algjörlega hlutverk okkar allra að standa bara með Eflingu og ég held reyndar að maður megi ekki alveg blekkjast af oft svona soundbætunum í umræðinni. Það nú stundum þannig að jaðarskoðanir út í samfélaginu verða meginstraumskoðanir hjá stjórnmálunum og svona hinnum blaðrandi stéttum. Eins og til dæmis sala Íslandsbanka sem að það bara algjör jaðarskoðanir í samfélaginu að það einhver var banka. Ég nefni það bara sem dæmi, ekki til að flækja málið. Stundum finnst manni fréttaflutningurinn vera svona sérstakur á þessu. Finnst þér fjölmiðlarnir segja vel frá þessu deilu, uppfræða okkur meðan við hlustum? Já, ég held mín upplifun að blaðamanna stéttin svona djúpt inn í status quo að samfélagið sé svona segjum að samfélagið sé vakna úr einhverjum dvala þar sem að hugmynd fólk sem átök að þau séu svona kurteis og að svo kemur okkur og segir bara þetta hentar okkur ekki, við erum ekki að ná okkar fram með þessum aðferðum þar sem við setjum bara niður og það eitthvað rosalega hefðir alltaf hvernig verkalýðsbaráttan semur og allt þetta segir bara við þurfum að kljúa okkur út úr þessu. Það full reynt fyrir okkur að fara þessa leið og þetta kannski fyrsta aflið akkurat núna sem að fólk verður var við sem þetta svona þetta svolítið ísbrútur. Ég held að það muni margir, ekki bara stéttafélög, koma í kjölfari á því og nýta sér þessa slóð og nýta sér þessa tegund af umræðu og baráttu. Skal ég segja að allir séu verið nákvæmlega eins og Sólveig annað eitthvað svolítið sem munu pikka upp hennar aðferðir og heillast að hennar árangri og ég held að fjölmiðlar séu aðeins eftir að þetta náttúrulega þú veist ég ekki að dæma eitthvað personur eitthvað svoleiðis en þetta náttúrulega bara svona ákveðin sérfræðinga stétt eins og ég hluti af líka sem hugbúnar sérfræðingur og allt þetta og við almenningur bara svona vanur umræðan á þessu leveli og blaðamenn sem partur af þessu stétt bara búin að svona húsfélags umræðu þar sem eru raunverulega ekki ólíkir hagsmunir allir eiga bara sína íbúð og kurteisir húsfundir en svo ertu allir komin í þjóðfélagi þar sem bara gríðarlegur munur á þeir sem að búa í kjallaranum og þeir sem að búa í penthúsinu. Og þetta búið að vera að taka tíma og margir eru óþreyði fullir en núna finnst mér svona eitthvað að vera að gerast vegna þess að stuðningurinn maður er að setja bara fingurinn í loftið og meta svona hvernig vindarnir eru að blása en mér finnst vera aukinn stuðningur frekar en að segja dragustuðningi við kröfur þessa fólks og fólk að venjast orðanótkuninni og tungutækinu og vil það sé frábært og ég vona að Eflingar gangi vel en það sem er að ganga vel líka þeim er að ganga vel sem þessi ísbrjótur fyrir umræðana í heild sinni held ég Hvað finnst þér allir? Nú náttúrulega Efling búin að ganga í gegnum Sólveig hætti, það voru þannig linnulausa fréttir af Eflingu í 8 mánuði fram að kjörinu, það var á eftir kjörið, það var Sólveig Anna náði ekki inn í stjórn starfsgreinasambandsins, það var ASÍ þingið, endalaus það sem átti að vísa Eflingu út af það búið endalaus átök í kringum Eflingu. Er þetta rétt sem að ég getur að segja að Efling sé að það sé auka stuðningu við Eflingu eða? Já, ég meina
við sjáum til dæmis alveg það stuðningsyfirlýsingar sem hafa komið eftir þetta inngrip ríkissáttasemjara, sko, að ég meina þá getur fólk alveg ef það tilbúið aðeins að svona horfast í augu við eigin bæja, sko, ég meina Efling er augljóslega ekki einangru til dæmis í þessu máli. Það voru eftir að tala ASÍ yfirlýsinguna og BHM og rafinaðarsambandi. Já, þeir eru bara að hafna því sem að sáttasemjari gerir. Það er ekki beint stuðningur við sko málstað Eflingar. Nei, það er endar alveg rétt en það er, ég veit ekki, sko, hefur það ekki alltaf verið, mér hefur finnst eins og þegar Siggi P. Sigurður Pétursson, ég meina hann hefur talað þetta, það hefur alltaf verið eitthvað svona einn angi hreyfinguna sem hefur verið róttækastur. Ég veit ekki alveg, ég veit bara ekki alveg hvort þetta er svona nýtt, mér finnst oft þegar menn tala svona þetta hafa aldrei verið svona hefðirnar að séta. Það er ástæða fyrir því, hann er hérna oft, sko, því hann man eitthvað lengra. Og ef maður er með svona venjulegri viðmælendur, að þá munaðu bara þetta tímabil sem að Jökull kannski að lýsa, sem að allt var í eitthvað svona gúti og litið á eitthvað átök sem einhvern veginn hálfgerðan heimsenda, sko. Já, og kannski tímabil það sem að einmitt ákveðnir hópar voru bara skildir eftir. En ég held að ég held að það sé almenn miklu meiri stuðningur við kröfur Eflingar heldur en kannski maður gerir sig grein fyrir svona á daglegri umræðu. Ég meina það var nú til dæmis aftur svo ég vitni í Silfri fyrir 2 vikum. Ég meina þá var meira þess að Halldór Benjamin ekki tilbúin að segja það upphátt að kröfur Eflingar væru sko óeðlar. Hann skautaði mjög fagmannlega framhjá þeim. Já, og svona skaut kannski svolítið á hina. Já, hún er bara sein. Þannig að ég veit ekki, mín tilfinning er að Efling sé ekki jafn jaðarsettur hópur og oft ekki jafn einangrar hópur og oft að látið og ég held bara að það spili ofboðslega stóran þátt er að það fer bara í taugarnar á okkur sem að vinnum svona þægilega innivinnu að þessi hópur sé með svona sterkar rödd, viti svona nákvæmlega hvað þau vilja og séu í raun og veru kannski að fara fram á meira heldur en við höfum vitað að fara fram á. Þannig að ég held að sé bara miklu meiri stéttapólitík í þessu heldur en og svo er eitt sem enginn baráttu Eflingar að hún ekki að sækja stuðning hjá þessum hópi sem þeir eru að tala þessar sérfræðingar sem að ég held að stuði sko sérfræðingarna svolítið mikið. Að það eiginlega ekkert í því sem Eflingar að gera. Þau eru bara að peppa sig inn á við, þau eru bara líta allt út af hvað þessi samstæða þar. Þau eru ekkert að sækja að skora eitthvað í Silfri Egils eða vikulókonum eða... Ég meina þau hafa til dæmis aldrei hringt í mig og beðið mig að votta neitt, sko. Bara, sem er þetta mjög móðgandi. Nei, ég held að það sé alveg bara, ég held að það sé miklu meiri svona stéttarpólitík í þessu bara, þetta fer bara í taugarnar á okkur vegna þess að, sko, við erum að koma úr tímabili þar sem að einhvern veginn var svona bara en róin var kannski fenginn bara með því að algjörlega aftengja þennan hóp. Það var bara ekki hlustað á, þetta var algjörlega radlist fólks. Það voru ekki raddir leigjenda, það voru ekki raddir láluna fólks, það voru ekki raddir inn í umræðinni. Sko. Talandi raddir, sko, þannig að það er eitt af því stærsta sem er kannski, ég veit ekki að hvað leitið það nýtt, en það er bara mín tilfinning enn og aftur, er að það stærsta breytingin í íslensku þjóðfélagi er innkoman á, erlendu vinnuafli sem að stundum kemur og fer aftur en mjög margir setja stað og ég held að mjög margir í almenningi séu bara að átta sig á þessu er þetta eitthvað sem er bara hérna í bakgrunnum endalaust eða er þetta fólk sem hefur einhverja kröfu, það má ekki kjósa alþingiskosningum, þeir eru mjög seint og það er ekki gaman að díla við útlendinga eftirlitið eða hvað þetta heitir allt saman og þannig kannski komin eitthvað svona outlet sem er plattform sem er búið að búa til sem Efling er sko sem aðrir hlutar þjóðarinnar þekki ekki já ég er bara að segja sko já þú veist ég veit ekki, ég held að það sé einhver djúpstæð þörf fyrir að átta sig á hvort þetta séu einhver einn hópur eða margir hópar og þú vilt bara átta þig á honum vegna þess að þetta er fólk sem að þú sérð, út allt, þetta er fólk sem er að passa börnið inn og út í búð og þetta er bara orðið svo stór partur á þjóðfélaginu. 20% af vinnuaflinu. En svo skortir að þetta sé kannski þessi pólitíska rödd og þetta pólitíska afl og þessi kröfur, eru þau sátt að búa hérna hvað eða eru þau sammála eitthvað, eru þau svona self-organisa eða ekki? Og ég held að Efling sé smá svona outlet eða plattform fyrir þetta sko.
Stundum veldi maður fyrir sér, maður kannski að tala við eitthvað og svo segir hann, já, þetta er náttúrulega miklu hærri laun en að fólk fær í Rúmeníu og það kemur yngað og maður veldi fyrir sér býtu, þetta er náttúrulega ekki boðlulegt að sjónamið, sko. Þannig þá veldi maður fyrir sér býtu, kannski eru við bara ekki búin að ræða þetta nógu mikið, sko. Þessar breytingu sem eru á samfélaginu, að það er bara fólk með svona hálfkaraðar hugsanir sem eru raunverulega bara fordómar og bara eitthvað vitleysa sem að stæðist ekki neina umræðu, sko. Því ég og þú erum ekki að fara átt okkur á þessu einir. Við þurfum náttúrulega að eiga samtalið með þessum hóp, sko. Já, og líka bara í samfélaginu það hver er staða og hver er sess innflytjandi og hverjir eru innflytjandi sem er láta eins og þessi farðverka fólk sem gemur og vinnur í 3 mánuði, sendir peningana heim og horfir framjá því að mikil meiri hluti af þessu fólk sem bara býr hér og er hluti af landsmönnum. Þannig að þess vegna held ég verkefnisbaráttan sé að kannski að stökkva í hlutverk sem að maður ekki endilega hugsa sér. Og finnst þér að þessi eflingadeila tengist þessu máli sem þú ert að lýsa? Já. Kannski kann ég ekki að útskýra nákvæmlega hvernig, en þau birtast í fjölmiðlum og þetta er svo stór hópur sem mætir þarna og maður sér að þetta er ekki bara íslenska sem er töluð þarna. Þau eru á fundum og það er alls konar, þú veist þannig að er þetta ekki nýtt? Er þetta eitthvað sem er mikið þörf á? Er þetta eitthvað sem við þurfum að... Ég er ekki viss að sé nein herbyggi þarna á Íslandshótelum sem er innfætt. Gæti kannski verið 2, sko. En ég held að sé þannig, sko. Þannig að ég auðvitað að taka allir þessu fagnandi, sko. Já, en þá erum við líka talandi um það að getur verið að í samfélaginu sé hálfgert samþykki við því ef þú átt Íslandshótel og ef þú ræður erlent vinnuafl sem er ekki við, að þá máttu þræla því út fyrir skítaluna. Er það ekki kannski óvart? Er ekki, þú veist, okkur var náttúrulega sagt að rosalega lengi að hér vilji, þú veist, það er alltaf þessi þetta talum að hinga vilja allir koma og þetta sé nú einhvers konar útópía í Norðureyri sem að, þú veist, og við getum ekki tekið á mötum öllum og þú veist, ég held kannski bara hefur þetta svona síast inn það sem að, og án þess að við gerum okkur grein fyrir því, finnst okkur kannski að fólk eigi bara að vera svakalega þakklátt fyrir að vera einn og bara hvað sem gerist hér þá hljóti það samt að vera skárra og ég segi oft við fólk þegar að fyrir að tala á þessum nótum. Þú veist, það eru 500 milljónir sem er að flytja til Íslands á morgun og hafa mátt það í 30 ár og það gerist aldrei, af því að það er bara ekkert svona rosaleg það er bara ekki svona rosalega vilji til að flytja. Meira það, þessi 500 milljóna manna vinnumarkaður, hann nær ekki að fylla upp í þarfir íslenska fyrirtækja fyrir vinnuafli. Þess vegna er SA að byrja að tala um að auðvelda hinga komu vinnuafls fyrir utan evrópska efnahagssvæðið vegna þess að allar þessar 500 milljónir sem búa þarna, það vil ekki koma hingað. Þannig þess vegna gengur hægt að byggja landsspítalann. Vantar nýjan jaðar, svona jaðar til að ná í. Það er bara vegna þess að lífskjörin hér og í Pólandi eða Eystrasaltslöndunum er ekki svo miklu betri. Þú standir í því að vera einhver útlendingur í landi þar sem að þú ert ekki raunverulega velkominn og þar sem er fundið að því hvert skipti sem maður reynir að tala íslensku og þar á móti gotunum. Þetta er bara raunveruleiki. Þetta kom náttúrulega, fyrst þú nefnir þetta með að læra íslensku og svona, þetta var alltaf mjög áhört hvernig Efling höndlaði þegar að háskólaprófessorinn fór að segja verkefnisfélaginu hvaða kröfur þau ættu að vera með, sko. Það væri að vera svo snjallt fyrir Eflingu að hafa kröfum að vinnuveitandi myndi kenna öllum íslensku eða eitthvað svoleiðis. Og þau voru að segja svona, þetta er ekki alveg forgangsatriði okkar, við erum bara að vinna í öðrum kröfum en bara takk eða eitthvað. Takk en nei takk. Já, einmitt. Þetta er náttúrulega, við erum nú rætt þetta áður, ég held mér að við þig, þetta með, það er ykkur ögrun í stéttabaráttu Eflingar upp í millistéttina sem að vill hafa svona vit fyrir lágstéttinni og lágstéttin segir bara nei. Þú veist, ég bara, með þig, forræðið þitt bara ekki. Og það er, maður sér alveg stundum að ganga skjálftanir upp eftir með mentuðu millistéttum út af þessu. Já, kannski að því að það koma oft svona dæmi, eitthvað velviljað fólk sem er kannski ekki endilega með eitthvað skelfilegar hugmyndir eða eitthvað svoleiðis, bara er svona, en gleymir aftur bara kannski að það er bara Eflinga fólk sem ákveður þetta. Og ég meina, ég er nú ekki kannski neitt nógu vel inn í alveg nákvæmlega hvað dýnamíkin í stéttarfélögum er, en þegar menn er að fara að semja kröfugerðina, þú
þú þarft ekki að fylgjast mikið með til að átta þig á því að þá svona yfirleitt fara formennir að segja minna efnislega hver kröfugerðin og það er bara tekið ofboðslega alvarlega að kröfugerðin komi frá félagsmönnum. Þannig ég held líka eins og að þegar við nefnum það dæmi að það kemur það sko ákveðnum mómenti þar sem menn eru mjög viðkvæmir fyrir svona einhverjum utanaðkomandi afskiptum. En það eru þetta rosalega erfitt fyrir fólk og stétt sem að, þú veist, ég hef ekkit annað að selja heldur en, þú veist, mína skoðanir einhvern veginn, skilur það. Ef að best bara skell í lás, það var þetta rosa sjokk fyrir mig persónlega. En já, það eru hópar af að þú veist að sætta sig við það. Kallar til dæmis geta ekki lengur verið að útskýra fyrir konu hvernig þeim líður. Já, og það er bara, nú er lágstéttin, verkalýðsstéttin búin að segja það við millistéttina, að við nennum ekki að hlusta á ykkar útskýringar hvernig við höfum að hafa það, hvernig við höfum að hugsa, hvernig við höfum að klæða okkur, hvað kröfu við höfum að gera. Það er svona þarf maður líka svolítið að læra að hugsa einmitt, já, það hafði nú aldeilis svona jákvæð áhrif að kallar geti ekki lengur kallar væri ekki jafn velkomnir í að segja konum nákvæmlega hvernig það er að hugsa, tala og haga sér. Þannig að kannski gefur nú bara eitthvað mjög gott út af því að leyfa Eflingu bara svolítið að eiga þetta. Það er erfitt stundum að átta sig á því að þitt eina hlutverki er einhvern veginn bara að standa með einhverjum prinsipum. Það er bara prinsipatriði að Efling sér sína baráttu. Þau geta sótt í stuðning. Svona kristileg krafa að standa með hinnum veika. Já, ég meina þetta er raunur ekkert flóknar það sko. Það er annað í þessu. Það er það virkar stundum eins og það sé bara blokk sem er ríkisstjórnin og stjórnvöld, Seðlabankinn, ríkissáttasemjari, samtök atvinnulífsins, tala raunverulega bara meira og minna einu rómi. Ég held að við þyrftum að fara út í meiri háttar textagreiningar til þess að finna einhvern svona blæbrigða mun þarna á milli. Þessi málamununa tillaga, held ég hafi svolítið dregið það fram og slegið svona marga sem að kannski fylgdust ekki svo mikið með þessum átökum. Hvað þetta kemur einhvern veginn, það er bara sameinað lið á móti Eflingu til bara veggur. Bara veggur. Heldur að þessi deila sig einhvern veginn svona afhjúpa það að stjórnvöld raunverulega standa sament utan einhverja hagsmuni sem sannarlega er ekki hagsmuni Eflingar. Bara status quo. Nei ekki? Viljenga breytingar. Já. Breytingarleysið. Ríkisstjórnin alltaf oft verið gagnrýnd fyrir það að vera svona stöðuleika ríkisstjórn en það þýðir raun og veru svona status quo ríkisstjórn, ekki mikla breytingar. Svo kemur aflið. Litla aflið, en samt sem er svo magnað og reynir að fyrir fram á róttakar breytingar á þessu og þá náttúrulega er þetta bara að lenda svolítið á þessum vegg sem við talum. Ég er sammálaður sko. Þannig að vörnin er að við megum ekki hleypa í gegn litlum breytingum því þær getur bara orðið stigmagnast og við getum farið að þurft að díla við okkur breytingar þannig að við viljum ekki breytingar, við höfum það fínt í samfélaginu eins og þér. Já. Ég er alltaf að vona að fólk líti upp til þessarar róttakubaráttu og hugsi, herðu, hvaða kröfur er ég með? Þetta er kannski ekki endilega mína kröfur, en það horfir og hugsar, ef þetta er hægt, ég er tilheyri þessum hópi eða ég er með mínar eigin hugmyndir þetta og svona, og það komið bara eitthvað fram og með eitthvað I have a dream, íslensku útgáfuna og... Eða bara praktískt, ég vil ekki borga þessa háu húsalegu, ég vil ekki borga þetta verð fyrir kaffibólan. Ég vil ekki vera að borga þessi skólagjöld, ég vil ekki borga þetta fyrir mati sem að barnið er að fá í... Það kom smá með leikskólana, það var, það er svona, fekk svona smá hroll, þú veist, að sjá foreldra saminast. Það gerðist ekkert? Nei, ég fekk hroll að því að ég var gaman að sjá fólk upplifa samtakamáttinn og ég var bara að vona að þetta væri mér svona smitandi og þetta myndi alltaf áfram. Kannski er það að fara að gera það, það er ekki að slá það út, sko. Er þetta eitthvað þannig? Er þetta einstaklingar að gera kröfu á móti ykkur bara samkomulagi valdastéttarinnar að breytingu? Framsókn? Eilífa framsókn? Sko, það er allavega alltaf mjög áberandi með þessa ríkisstjórn að hún tala svolítið eins og hún sé ekki aðili málsins en sko kemur svo aldrei með neitt, þú veist, ef þau koma með eitthvað þá einhvern veginn gagnast það alltaf vinnuveitendum og
það vantar líka svolítið að ef við horfum tilbaka bara á baráttu Eflingar, ég meina Efling hefur alltaf, þau hafa alltaf farið í gennum stórum frá því að svona nýja fórustan kom og alltaf náð bara umtalsverðum árangri. Í óþökk lestra. Já, í óþökk. Það var ekkert mikill stuðningur við það í verkvallinu í Reykjavík til að byrja með, það fór ekki verið að líða á það, saman með sveitafélögin, saman með lífskjarasamninguna, það var aldrei verið. Nei, en ég alveg sannfærður það að almenningur sé svolítið annars það, svona, þú veist, það er bara svona náttúrulegt að þannig að það náttúrulega spilar stóran þá. Mér finnst þetta svolítið skrítið með þetta útspil ríkisáttasemjara þegar kom fram að hann hefði kynnt þetta fyrir ráðherra eða eitthvað svoleiðis eða svona eiginlega tilkynnt honum þetta og veist, það er eins og það hafa aldrei verið spurt sko hver er krísan af því að þú veist það er engin verkföll hafin það var þarna, þetta var náttúrulega augljós tilraun til að hafa áhrif á atkvæðagreiðslu sem er mjög alvarlegt, þess vegna segi ég að sko ríkisáttasemjari sjálfur og þarf auðvitað að íhuga sko hvernig allar komið veg fyrir þetta smitist yfir á stofnunna og svo hvernig þetta smitist yfir að þá hugmynd að vera með hennar ramma. Þú ert að segja að ég segi af sér. Það gera menn í þessari stöðu sem þú ert að lýsa að hættan er að það að einhver ákvörð sem þú er tekin skaði ekki bara þína þitt orðspor, heldur getur eyðilegt orðspor stofnunna sem þú vinnur hjá og segir að þér. Ef hann getur komið með annar plan þá getur hann slappið við það en mér finnst það allavega alveg á borðinu ef það kemur út úr þessu mjög mikið vantraust, en jú, þetta virkar svona svolítið eins og bara að sko samstaða ríkisstjórnarinnar sé alltaf með samtökum atvinnuleysis og það hefur náttúrulega þetta annað mál en ég meina það var skrifað mjög merkilegu leiðari í stundinni fyrir nokkrum mánuðum einmitt það hvernig sko forsætisráðuneytið alveg bara finnur það hjá sér jafnvel á þess að samtök atvinnuleysis biðji að eldast við þau og voru að sína eitthvað frumvarströk sem að þau gerðu til að sína sko samtökum atvinnuleysis að hugur forsætisráðuneytis er hjá þeim sko. Já. Þannig ég held þetta sé svolítið liður í því bara að það einhvern veginn samúðin er bara meiri með jakkafattastrákunum heldur en með Eflingu. Svona leitt sem er mjög trikki að ræða en þú veist þessi samstaða og þessi veggur sem við erum að tala að það núna er búið að vísa mörgu til félagsdóms og hérasdóms og eitthvað svona og þá náttúrulega er maður svolítið reynst inn maður alltaf að hugsa þú veist, hversu langt næri þessi veggur að þeir dómskýra alltaf á að vera algjörlega fyrir utan eitthvað svona samstöðu milli afla en við vitum að sjálfstæðarflokkurinn þið farið með dómsmálatur og meira minna ráði alltaf þessa dómara þannig að við getum heldur ekki látið eins og við höfum ekki búið í Íslandi sko. Þannig að ég myndi segja að mín upplifun er að því miður þá er þetta kerfi sem á ekki að vera inn í þessum vegg er stíð allt of djúpt í hann sko. En kannski það sem er mikilvægast fyrir alla að spyrja ef menn vilja bara vera praktískir þú veist bara, praktíkin er bara þessi ef að þessar aðgerðir verða til þess að Efling getur ekki í raun og veru staði fyrir sinni sjálfstæði baráttu eins og þau eiga rétt á og er forsenda þess að stéttarfélögin geti starfað þá þýðir ekkert að sitja bara fyrir framan æmakkan sinn og hugsa að þetta lendir aldrei á mér. Þarna er verið að grípa mjög harkalega inn í bara ákveðna svona grundvallar hugmyndir og líka bara ríkisáttasemjari sem fyrirbæri. Þetta er ekkert sér íslenskt fyrirbæri. Þessi embætti eru til mjög víða og það eru og einmitt eru sett upp til að verja ákveðna svona grundvallar hugmyndir sko réttindi allra og stöðuleika á vinnumarkaði. Þannig að leikreglunum þjóni öllum, ekki bara einu. Já. En að fólk kveiki á perunum náttúrulega er ekki endilega gefið sko. Nei, en það er það sem ég er samt að segja sko, við okkur hinn sem eru rosa spaldi yfir að Efling sé ekkert að ringja okkur að þá ættum við svona að hugsa hvenær kemur að mér? Já, við ættum að hugsa það náttúrulega sko. Spurningin er bara hvort að Talandi persónulega leikundur, hvernig finnst ykkur Halldór Benjamín standa sig í þessu landsföðurhlutverki sem hann leikur? Finnst ykkur hann trúverður? Er þetta framtíða leiðtogi Sjálfstæðisflokksins? Er hann að sækja það? Það hafa komið sko formenn Sjálfstæðisflokksins út úr þessu ranni til Þorsteinn Pálsson byggði upp sinn pólitíska feril með því að vera framkvæmdastjóri Vinnuveitendasambandsins. Mér finnst sko hann var í Silfrinu og þá var hann að spila sér sem svona næstu svona brjóstum kennanlega svolítið sko eins og það væri með úfið hár, þetta væri svo erfitt allt saman og það var svo erfitt að tala Sólveig en svo erfið og þau skilji ekki hvað þetta er búið erfitt fyrir mig, þú veist þessi gæi sko. Svona eins og venjulegu maður sem var bara með 5 milljónir á mánuði og svona eins og við hinn. Já, og og ég held að þú veist það hafi gengið ágætlega sko,
hann kom ágætlega út úr því viðtali mínum að þetta sko. Ekki að vera aggressífur í sókn. Já, og hann svona mér veist ekki standa en hann ávar bara það þjóðina sko. Hann spurður sko hvað ætlar þess að gera, þá bara brestur hann í ég og þjóðin erum með hennar strengirna og þið áttið ykkur þetta er eftir þess að dansa og sönga minn sko, hann brestur í söng alltaf. Mér finnst það alltaf bara hrókafullt sko, en svona mitt mat á þessu viðtali var að hann hefði komast ákveðlega frá því. Ég held að Sjálfstæðisflokkurinn náttúrulega í stórkostlegri forystukreppu. Já, en ég held að sko núna er hann orðin miklu aggressívari. Mér finnst í dag kom öll ummælin, mér var svona meira misboðið hvernig hann talar um Eflingu og það svona fyrirlitningin skein miklu meiri gegn í dag heldur hann hefur gerið, þannig að hann er svona pínlítið að missa kúli held ég. Ertu að tala til dæmis ummæli voru ekki í Mokkanum? Það var líka í morgun held í morgunúttarpinu sem hann segir eitthvað eins og að Sólveig Anna hafi alltaf verið að stefna þessu, það þýðir ekkert að sko, eins og hann sé bara óalandi óferjandi, þýðir ekkert að semja við hana, hún er bara að leita ófrið sem að meikar eitthvað sens vegna sem hún er búin að gangi í gennum lífskjarasamningin og bæði í samningarnir Reykjavíkurborg og sveitarfélögin, þannig að það stendst eitthvað sögulega skoðum. Já, og kom bara með vel aðlagaðar samninga á borðið, þú veist breytingar þess að þau gerðu sem er eiginlega ekkert verið að tala um bæði í fjölmiðlum, voru bara frekar miklar. Þau voru með langtímakröfuna, ég held að þau er ekki rétt hjá mér að þau nýjasta samningur, þá voru þau komin í skammtímasamninga. Það gerði það tvisvar sem komið, sko. Fyrst komið með langtímasamning, kröfu. Svo þegar var ljóst að það var ekki neitt viljið til þess, þá komuðu með skammtíma útgáfa það var stort skref sko. Já, og í því að sko framhald af hinum gæti orðið framhald af samningnum sem er eiginlega það sem er verið að biðja að þessi skammtíma samningar, man ekki hvernig Samtök atvinnulífs orðuðu að séu aðdragandi að langtíma samningi eitthvað slíkt. Og svo hafa líka komið með breytingar sem að snerust sko taxtabreitingarnar. Það sem voru aðlaga raunverulega, það er hækkanir sem starfsgreinasambandið fékk, þannig að það myndi kosta fyrirtækin það sama hjá þeim. Það voru sko með 12 mánaða þrepp, svo það ferði 18 mánaða. Það fyrir þessa starfsgreina það sem er mikil starfsmannavelta, sem Efling er að klukka svolítið, þau störf, þá er það alveg stórt líka sko. Og þetta var ekki í fjölmiðlum sko. Einan þess ramma sem er talað eitthvað kostnaðar útreikningur eða eitthvað, það sem eru menn alltaf í Samtökum atvinnulífsins að reikna hvað kostar að raunverulega fyrirtækin og þau voru eiginlega búin að nota það til þess að fá eiginlega sömu hækkun frá sjónarhóli fyrirtækjanna og starfsgreinasambandið. Það vita náttúrulega allir ríkissáttasemjari er vel með nótunum hvað þetta var, hann er búin að fylgjast með þessu. En hann hefði þá átt að aðlaga sko starfsgreinasambandssamningin að þessu kröfu. Því þetta var ekki kostnaðarauki. En hann kemur fram í fjölmiðlum og segir það miðar engu áfram og þetta er allt í lás. En þetta er bara ekki rétt. En þarna kemur aftur kannski, þú veist, hvernig þetta er svolítið upp á við stundu fyrir Eflingu því að það er látið eins og þau beri ein ábyrgð á verkfalli. Það er bara látið eins og ríkisvaldið sé bara enga veginn aðilega þessu sem að þau eru kannski ekki alveg með beinum hætti en þó, það nú yfirleitt svona á Norðurlöndum gert ráð fyrir því að og svo að Samtök atvinnulífsins séu bara einhvern veginn engin player í þessu sko, eða verði verkfall þá séu bara út af Eflingu. En það er alltaf hinn hliðin er svo að Samtök atvinnulífsins hafa eru mjög lítið sko prótotykt lagt fram vitandi þó í lengri tíma í einhverjar vikur núna að þetta það er enginn veit að fram að það hafi verið stefna allan tíman að einangra Eflingu og skilja hann einn eftir og að þau fengi ríkissáttasemjara til að þjóna því markmiði. Það er bara þannig aðtökast. Það lítur bara þannig. En það svona já, það er erfiðara fyrir fólk að vera tilbúið að horfa á þetta þannig að því að Efling er bara alltaf sett sem gerandi, þau eru vandamáli og þau eru erfiðaðilinn og það hefur bara mjög mikið með stéttastöðu þess að fólks að gera. Að við horfum svo á þetta. Ríkissáttasemjari, hvernig finnst okkur hann kom út úr þessu? Nú blíðmeldur. Hann er svona mjúki kallmaðurinn sem allir eru að bíða eftir. Já, ég verði að viðurkenna, ég hafði bara ekki fylgst með honum fram að þessu sko, en hún er alltaf bara að vera mikið í fjölmiðlum og ég er bara átta mikið á honum sko. En eina sem ég hef séð alltaf eru þessi stórundalegu útspil. Mér varst bara, það sló mig bara hvað þetta var skrítið, hvernig hann sagði frá hver staðan væri. Ég bara var ekki að kaupa það sko. Þetta er að skipt máli þessi 1 mínúta fundur að hann hafi orðið móðgaður. Þetta er að það skipti máli í svona ákvörðunum, hvort að fólk sé, þú veist, segt stolt og allt þetta. Nei, bara hans hlutverk er að halda haus. En hann miðað við viðbrögð verkefnishreyfingarinnar,
þá framlagning miðlunartillögunnar mistök. Það bara, Já, ég meina hún ef við bara ímyndum okkur að við erum að lesa fréttir frá Kenía, þá bara augljóst að ríkissáttasemjari í Kenía gerði stórkostleg mistök með að fá samanlagða verkalýðshreyfinguna á móti sér. Í máli sem að verkalýðshreyfingin var sundruð gagnvart. Það var ekki stuðningur við eflingu og kröfur hennar eða þeirra taktík áður en þetta gerðist, en hann saminaði allan hópinn vegna þess að hann steig yfir einhverja línu sem að verkalýðshreyfingin bara þolir ekki. Það eru mistök. Ég meina, ef að persóna hans þvælist ekki fyrir honum, þá veit hann það að þarna gerði hann stór mistök, að starfið hans í hættu, að hlutverk hans í hættu og traust hans líka í hættu. Þannig að þú veist, auðvitað spila svona eitthvað persónulega sína á þetta og maður auðvitað sjálfur með eitthvað stolt og annars slíkt, en það liggur í augum uppi að ríkissáttasemjari ekki starfið sinni vaksin í þessu tilviki og fór ekki fram faglega og greinilega mat stöðun ekki rétt. Já, og hefði geta sagt sér það í raun og veru þegar hann fór út í þetta, ef hann hefði hugsað nokkra leiki fram í tíman, bara verkalýðsbaráttan ekkert að fara að una við það að ríkissáttasemjari geti slegið verkfallsvopnið úr höndum bara hvers sem Já, það er náttúrulega samræmist ekki hlutverki ríkissáttasemjari og skellt bara tilboði eins aðilans í atkvæðagreiðslu. Drífa hefur bent ágætlega á þetta og segir það, þú veist, hann hefði getað sagt sér að sjálfur að þetta eru viðbröðin. Það er bara viðbröðin gátt ekki orðið önnur. Nei. Nákvæmlega, þannig að þú veist, fyrir stjórnmálastéttina að hafa hann í þessu embætti, það hlýtur að vera þið hljóta að spyrja þessi spurninga með bara hvort hann sé starfið sinna vaksinir. En svo það líka hvaða meðvirkni þetta, okkur eru menn svona ríkala fljótir að fara í það að lýsa yfir stuðningi og trausti á, ég meina. Eða hann verður sjálfur ákveða. Hvað finnst þú þær yfirlýsingar? Spurningin hann að gera mistök, ætti hann að draga miðlunartillöguna tilbaka. Það náttúrulega bara hans að ákveða það. Hvað finnst þú þessar yfirlýsingar sem koma alltaf í tengslu við alla skandala? Þessi sjálfdæmi þess sem að fremur skandalinn að meta það sjálfur hvað hann gerir. Já, ég náttúrulega vinn fyrir samtök sem eru beinlínis ósammála þeirri sín og vilja hafa eftirlit og skýra, þannig að það eru þetta eru fáránleg viðbrögð, og auðvitað er það þannig með þetta embætti að þetta embætti ákveður ekkert, eða svo sem í þessu embætti ákveður ekkert sjálfur hvernig hlutinni gerast eða hver staðan er. Þetta bara gengur á trausti auðvitað ríkisvaldsins. Ég meina, þetta er stofnun félagsmálaráðherra og ekki sjálfstæðsstofnun eins og kom þetta fram í gær. Og svo ertu með atvinnurekendur og svo ertu með stéttarfélögin. Þannig að þú veist, það er bara á hverjum einasta degi stöðutekk, auðvitað er það kannski hann formlega sem tekur þessu ákvarðanir, en ég meina, menn get ekki látið eins og þú veist, það þurfi ekki að taka aðeins vindinn, þannig að ég veit ekki, ég er bara búin að sjá þessar yfirlýsingar frá stjórnmálunum, svona ábyrgðarleysis yfirlýsingar, þar sem að þau láta eins og þetta komið ekkert við og bara það að reka þetta samfélag sé bara eitthvað svona aukaatriði í þeirra starfsferli. Þannig að þetta finnst mér ekkert það nema bara, minnst það bara aulaskapur að horfa svona á málin. Þetta mál mun halda áfram. Og það er svo mikið í því, það verður beðið eftir héraðsdómi þar sem að sáttasemjari stefnir efningu til þess að fá félagsgögna. Það er stjórnsýslukæra eflingar til vinnumarkaðsmála ráðherra. Það er kæra SA til félagsdóms. Það er byrja núna eftir, eða gerði það núna, eða þá í síðasta leið á morgun, atkvæðagreiðsla verkföll hjá Skeljungi, olíudreifingu, samskipum og þessari hótelkeðju sem að ég man nú ekki í svip eitthvað heitir, sem að malesíski maðurinn á. Þannig að þetta mál verður bara ráðandi í fréttaflutningi næstu vikna nema að það komi bara eldgos. Og það þurfti að helst að koma bara eldgos í byggð til þess að hýta þessu út. Við erum svo vön túristagosum og við kipum okkur ekki upp við þau lengur. Já, við erum með miðjun á okkur stormi, Þetta er eitthvað snjóbolti sem er að stækka núna. Og þá er gagnlegt að horfa, að spá aðeins minna í því hvort að Halldór Benjamín eða Sólveig Anna fari töðunar á manni og horfa aðeins meira á bara hvað er búið að gerast. Ég meina, Efling er búin að sýna það til dæmis að þau eru mjög taktísk. Þau eru búin að, bara þeirra strategi er að mörguleiti góð og þau eru búin að sýna að núna þau eru væntanlega ekki, þegar kemur á svona hagsmunum stéttarfélagana, þá eru þau nú ekki einangraðir en þetta. En ég meina, Halldór Benjamín er greinilega, ég meina, mér veist augljóst á
á samningunum sem hafa verið gerður undanfara, ég meina hann greinlega mjög sjarmerandi ef maður kemst í einn í herbyggjum með honum, því hann bara, ég get ekki ímyndað mér annað að hans umbjóðendur séu sáttir við samningarna sem hann búin að ná í gegn. En þú veist, þetta ekki endilega, skilur við. En það það endilega gott, sko. Þú nærð, þú ferð, bæði frá sjónarhóli SA og ríkissáttasemjara. Það, ef við tökum lífskjarasamningana, það sem að var reynt að halda Eflingu og VFR sem að voru með mestu kröfunar inn í herbyrgin og láta þá þessi félög gera upphaflega samningin sem að síðan velti yfir á alla aðra. Núna farin þverögu leið, það tekið þeir sem að vilja ganga skemmst, gerðu samningu við þá og reynt að tróða ofan í kokið og þeim sem að þú veist, var þetta ekki bara tímasprengja að það kom að því að þetta springi loft upp? Því að taktíkin að semja við SGS þröngvaði upp á VFR þótt að Ragnar hafi hlaupið út úr húsi og við erum með óbræði í munnu og allt það og ætla svo að tróða svo ofan í Sólveigu Önnu og félaga, hún var aldrei að fara að ganga, sko. Það alltaf veldur á því hvernig það fer allt saman, sko. Þá þarf að vera annarkot að þröngva miðlunartillögunni ofan í, banna verkvallið, þá þarf eiginlega ríkisvaldið að koma og berja niður verkalýðsbaráttu láglaunafólksins í Reykjavík. Það má vel vera að það sé einmitt það snjalla sem SA að gera. En er ekki líka treysta á vegginn sem við talum aðan. En er ekki líka kannski viðmiðin líka bara orðin svo skrítin? Þú veist, ég meina það ég meina það alltaf að tala þessa nýju verkalýðsforystu sem einhvers konar bara róttæklingar sem aldrei áður hafa sést og þú veist, þú þarftu bara að kíkja aftur, þú veist, til 9. áratugsins og ekki einu sinni 9. áratugsins, ég meina, þú veist, hlutverki sem Efling fer með núna var voru kennararnir með í kringum aldamót, þú veist. Kannski líka bara ég meina kannski áttamenn sig bara ekki á því hvað þú veist hvað þetta mikið tímasprengja og kannski treysta menn bara á það að ríki grípi inn, ég meina það hefur verið gert fyrir mikla fjárhagshagsmuni. Það var til dæmis gert að þetta kennarana sem þú ert að vísa til, ekki 2004 sem að miðlunartillagan felld með 96% atkvæða. Það voru sett lög. Þá voru, svo hótunum að setja lög og þau höfðu bara mjög skamma tíma til þess að semja og neyddust bara til þess að kyngja þeim samningum. Þannig að ríkisvaldið kemur oft inn og lemur niður verkfallshreyfinguna. Það bara þannig. Og svo var náttúrulega annar aðili í embætti ríkissáttasemjara þegar að lífskjarasamningarnir eru gerðir. Var ekki hún Bryndís, já. Þannig að það getur vel verið að sáaðileg hafi verið með betri yfirsýn. Já, ég sakna þess að menn berið saman störf ríkissáttasemjara í þessu tveimur samningum því að setupið nákvæmlega sama. Þú ert með verkefnishreyfinguna sem með ólíkar áherslur og það bara vita fyrirfram og það bara munurinn á því að reyna að halda hinnum róttæku inn í tjaldinu og gera samkomulag um það sem síðan þetta rúlla yfir hópinn heldur en að taka þá sem að vilja ganga skemmst og alltaf þröngvaði með ofbeldin og hina. Ég held að þessi aðferð sem að var bara fyrirfram döðadæmt. Samanlega því. Herðu, gaman að fá ykkur og við munum halda áfram að tala um Eflingu því eins og ég var að segja áðan að þá er svo mikið eldsneyti í þessu máli að það mun verða svona í höfuð fréttum okkar lengi ennum sinn. En núna ætlum við að fara til Færeyja og athuga hvað er að frétta í Færeyjum. Hann Dári Dali kemur hér og segir okkur það.
Já, hérna fyrir sunnan okkur er samfélag sem er svo merkilega líkt okkar en líka merkilega ólíkt og það er í Færeyjum. Og nú ætlum við að fá fréttir frá Færeyjum og Dári Dali, velkomin. Góða kvöldið, takk fyrir. Já, þú komst inn þegar það var að líða kosningunum. Já, 1,5 mánuði síðan cirka. Og það er búið að kjósa. Já. Þannig að nú ætlum við bara að heyra svona almennt hvað er í fréttum. Þú týndi til 3 fréttir. Svo fyrsta, að ég má lesa fyrirsögnina, Gjörðu svo vel. Fáum að kannski upp á skjáinn. Það er samgangan er skipað. Yes. Hvað er samgangan? Já, í mínum huga segir það sér sjálft, en auðvitað... Nú, ég næði ekki. Nei, það er það sem að við í Færeyjum köllum ríkisstjórnina. Nú. Flokkarnir sem hafa ákveðið að ganga saman. Já. Samgangan. Já. Þetta er miklu svona, þetta er eiginlega svona blíðlegra heit á ríkisstjórn, þetta er ríkisstjórn. Já, en það hljómar ekki sem að þessi stjórnan einu. Samsteipan væri þetta svona íslenskt útgáfa þessu. Já. En þeir verið búin að vera svona lengi að mynda ríkisstjórn eða? Nei, þetta var ekki endilega lengi. Þetta var ekki hraðasta myndun ríkisstjórnar en ekki heldur sérstaklega langt. Þetta voru einhverjir dagar. Mér fannst að við bara fljótlega eftir kosninga verið ljóst hverjir eru þarna. Það eru jafnaðarflokkurinn og þjóðveldi og Framsókn. Já. En svo var eitt lítill flokkur þarna sem var svona, sem ég var alltaf að reyna að skilja hvað væri sem var svona viðreisnarflokkur. Það er Framsókn. Framsókn, já, það er rétt, hann er einmitt svipað til viðreisnarna. Já, þannig að við erum að Íslendingar verið að gæta sín á því að haldi ekki að þetta sé líkt Framsókn. Já, þessi heiti rugglaða mann svolítið. Já. En hvað svona ríkisstjórn er þetta? Þetta er ríkisstjórn þar sem að 2 vinstri sinnaðir flokkar eru í, 2 stóri vinstri sinnaðir flokkar eru í og 1 lítill hægri flokkur. Já, og við vitum að jafnaðarflokkurinn er systurflokkur Samfylkingarinnar og við vitum að þjóðveldi er systurflokkur VG. Já. Þó að þau séu kannski, þetta sé ekki sambærilega, kannski ekki alveg eins flokkar. Nei. Og svo er Framsókn svona það sem að við gætum helst líkt við Viðreisn. Já, það er hægt að líka þetta þannig saman. Þannig þetta er kannski svipað og meiri hlutin í borginni á síðasta kjörtímabili. Nema þetta Píratana. Já, og þetta er mjög ólíkt ríkisstjórninni sem að við vorum með undanfarnir 4 ár. Hún var hægri stjórn? Já, og en hún sem sagt var bara í 4 ár og þetta er nákvæmlega sama ríkisstjórn og var áður á undan. Þetta er sérst ríkisstjórnin sem komst til þess í fréttir hérna heima þegar voru hugmyndur að bjóða út kvótan. Já, það er alveg rétt, nákvæmlega sama ríkisstjórn. En þessi hægri ríkisstjórn sem var í millitíðinni, hún drap það mál, heldur að það vakna aftur? Það hefur ekki verið umræðinni og það hefur ekki heldur verið í, nei, ég hef ekki hert neitt talað um það. Það verðist ekki að verið eitthvað markmið núna. Er þetta að segja að þessi ríkisstjórn sem myndu eitthvað ákveðið? Hún er myndið að halda áfram að þróa heilbrigðiskerfi og þjónustur fyrir íbúa landsins. Dreifðari byggðir þá? Já. Það sem að væri hér eins og að væri krafað af landsbyggðinni að hafa öryggi. Já, einmitt og það er eitt stórt mál sem að er orðin partur af þessari ríkisstjórn er mjög stór göng til syðstu eyjuna landsins. Sem er þá lengstu göngin sem hafa verið boruð hingað til eða eitthvað? Já, þetta er ein langsta göng heimsins, ef hún verður eins og... Hvað er það langt bara eins og við farum yfir Faxaflóðan eða eitthvað? Ég er ekki alveg, ég held að þetta sé einhverju 15 kilometra eða eitthvað svoleiðis ef ég man rétt. En það er, já, ég er samt ekki með það alveg á hreinu, en Og hvað kostar svona? Það er einmitt, það er partur af ferlinu að gera þessar kannanir, að fara í að setja þetta ferli á stað og að ákveða nákvæmlega hvernig hún verður og umfangið og eitthvað svoleiðis og hvernig hún lítur út og það er... Þetta er þá til að tengja síðstu eina sem eitthvað Suðurey eða? Suðurey, já. Já. Er það til að tengja hana við svona... Já. Og hvað eru margir sem búið í Suðurey? Svona myndum við fjallum þetta á Íslandi, sko. Já, það búa það bil 5.000 manns þarna sem er 1/5 landsins það bil.
og til að leiðrétta einn misskilning sem ég heyri oft frá fólki, frá Íslendingum, það fólk talar oft Færeyjar eins og það sé ein eyja. Ég held að fólk sé ímynda sér þetta svolítið eins og Vestmannaeyjar, þar sem að það ein aðaleyja og svo einhverja pínulitlar eyjar í kringum það, þar sem að býr enginn. En þetta eru í Færeyjum 18 eyjar og það býr fólk á 17 af þessum 18 eyjum. Og 5.000 slatti í bóka, því að Færeyingar ekki nema 55.000. 55.000, já. Þannig þetta rétt tæplega 10% af, þetta er hlutfallslega miklu starra heldur Vestfirðir. Þetta er miklu starra, þetta er þrefaldi Vestfirðir í hlutfalli við fjölda Íslendinga. Já, en lítið svæði, sem sagt, þetta er ekki beint stór eyja, hún er stærri en Heimaey, miklu stærri en Heimaey, en ekki stór eyja í stóra samhenginu. Og þetta er, sem sagt, eitt sem er sérstakt fyrir þess að ég það að fólk sem býr þarna er tengt við höfuðborgina með ferju sem að tekur 2 tíma að sigla. Og það þýðir að fólk þarna upplifir sig ekki eins tengt við höfuðborgarsvæðið. Nei, það er ekki sama atvinnusvæðið. Ef þú ætlar að eyða 4 tímum bara í ferjusiglinguna, þá er kannski 5 tíma í það að koma þér til og frá vinnu. Já, og allar hinar stóru eyjunnar í landinu eru nú tengdar saman við með göngum nú þegar. 5.000 manns, náttúrulega einhverju sem er að fara í hináttina, en býst ég að flesti væri að fara frá Suðurey til hinna, eyjana. Það er ekki hægt að láta framkvæmda kostnaðinn, það er ekki hægt að vinna hann upp með vegtollum. Þannig að það myndi aldrei borga sig, þá myndi kosta 100 skall að fara göngin. Hvernig sjá Færeyingar fyrir því hver á að borga þetta? Er þetta bara sameiginlegt verkefni þjóðarinnar að tryggja öllum aðgengi það sama og þess vegna eigum við að borga þetta sameiginlega eða hvað? Það er hugmyndin í prinsipinu, en framkvæmdin hefur verið að landið tekur sér stórt lán og að það verður svo endurgreint einmitt með að fólkinu sem keyrir í gegnum göngin. Það er ekki svo mikil umferð að það tekur það ógnar langan tíma. Það er kannski erfitt að ímynda sér, en við höfum gert þetta með nú þegar þessi er lengri. Já, þessi er lengri. Þannig að þetta er ekki bara lengra lán. Já, en þú þarft að horfa líka til það að það kostar líka mikið að reka ferju, að sigla, og það er ekki svo gott fyrir umhverfið og ferjan þarf á og til að fara í einhverjar viðgerðir og eins og við þekkjum frá Vestmannaeyjum og Breiðafirði og víðar. Þannig að það er ekki bara kostnaður af göngin, það kostar eitthvað sama hvernig maður fer þangað. Og heilbrigðiskerfið, það er fyrst og fremst bara öryggi í byggðunum, heilsugæsla í nærsamfélaginu og svona, það er ekki eins og hér verður oft umræðan heilbrigðiskerfið bara Landspítalann, það er ekki þannig. Landspítalann er ekki minna fyrirbrigði hjá ykkur, því að það er ekki hægt að byggja upp spítali í Færeyjum sem að sinnir öllu því sem að Landspítalinn sinnir, að Færeyingar verða að sækja til Danmerkur eða eitthvað eftir flóknari aðgerðum eða ekki? Jú, flóknari aðgerðum, en langflest af þessu sem að þú þarft að gera er gert þarna á Landspítala Færeyja. Já, það er afar sjaldgæft að fólk þarf að fara eitthvað erlendis og svo eru erlendir læknar líka fengnir til landsins. Já, til þess að koma og gera aðgerðir og svipað og er einhverju leiti hérna út á landi að koma sérfræðingar eru 2 daga í Húnavatnssýslu og eitthvað svoleiðis. Það er nú gaman einhvern veginn að bera saman heilbrigðiskerfið í Færeyjum og hér, svona við sáum legupláss og svona, þetta er svo mikið atriði á Íslandi, heilbrigðiskerfið. Það er alveg það sama í Færeyjum, þetta er eitt af stóru málunum. Já, þetta fyllir rosalega mikið í fjölmiðlum á Íslandi. Og ég tek ekki eftir því í Færeyjum. Ég veit ekki hvort það meiri friður heilbrigðiskerfið þar. Það er meira friður. Ég veit ekki hvort það sé endilega vegna þess að það er ekki skarra. Ég hef þessa tilfinningu að það er vegna þess, en ég hef samt ekki töluna til að rökstyðja það. Þú ert sálfræðingur. Já, það er rétt. Borga er sálfræði þjónusta gjaldfrjáls í Færeyjum? Hún er orðin gjaldfrjáls á seinustu árum fyrir fólk 18 ára upp að 35 árum og það er verið að skoða að taka fleiri inn frekar. Akkur er það upp í 35 ára og maður þá bara verið að búin að ná þessu sjálfur ykkur? Já, ég get ekki rauksýtt að þetta eitthvað frekar en svona var ákveð að gera þetta. Það er kannski að því að það lítið á það sem að fólk sem er eldri en það á að hafa efni á að gera þetta sjálft eða eitthvað svoleiðis sem er náttúrulega bara ekki alltaf þannig.
Heilbrigðismál, göngin, öll stjórnmál í Færeyjum snúast einhver leit sjálfstæði. Hver afstæða þessara ríkisstjórnar til sjálfstæðismála? Það verið að vinna í að fækka okkur örlítið í áttina að meiri sjálfstæði en engar töluverðarbreytingar. Það verið að eitt sem var ákveðið var að styrkurinn sem að við fáum frá Danmörku árlega, að hann verður nú lækkaður. Hann hefur annars verið sama krónutala í mörg ár. Og þar leiðandi hægt og bílandi lækka eftir því sem að verðbólgan étur upp? Já, hann hefur þess vegna farið örlítið lækkandi og nú verið að lækka hann í krónutölu líka, sem að í fyrsta sinn í einhver 10 ár eða eitthvað svoleiðis. Og það með velvilja þessar ríkisstjórnar? Já, það það. Þau vilja skera naflastrengin? Allavega þjóðveldisflokkurinn og framsóknarflokkurinn þarna. Já. Það hefur mikil verðbólga í Danmörku verið yfir 10%. Er verðbólga, veistu það, í Færeyjum? Já, það alveg... Það sama bara? Þetta eitthvað svipa á hér líka, já. Og er það yfirleitt bara sama í Danmörku, eða? Nei. Þetta svona sjálfstæður svona efnahagur, sko. Já, efnahagskerfin eru sveiflast með allt öðru, sveiflast með aflabróðum og alls konar. Uppgangi fiskeldis. Já. Og meira að segja, Evrópusambandi hefur verið að boykotta færeyskan fisk í langa tíma. Og þar út af samningu við Rússa? Já, og þar að leiðandi, já, ég er ekki viss, það er ekki eitthvað nýtt út af því. Þetta er búið að vera í mörg ár. Og ef ég man rétt, voru það einhver ósetti makrílkvóta og eitthvað svoleiðis fyrir 10 árum síðan eitthvað. Og það þýðir að Danmörk, ég er ekki alveg sem hvort að það sé ennþá, en þær voru að minnstakosti í mörg ár að boykotta færeyskan fisk. Já, þannig að efnahagskerfin eru ekki tengt saman að því leyti. Og já, sveiflast þá ekki á nákvæmlega saman, þó að sama gjaldeyra er samt notað sem að hefur auðvitað sín áhrif líka. Þið notið danska krónum sem að aftur er tengt við evruna, þannig að sveiflist þar. Herðu við að taka næstu frétt, það er á ég að lesa þetta svo þú getur hleyðað mér. Það er önga aðrastaðni er munurinn millum kynin svo lítill. Hvergi annar staðir er jafn mikill lítill launamunur á kynjunum í Færeyjum, er það? Er nánasta, það er ekki verið að fjalla launamun. Nei, heldur. Það eins og stendur þarna fyrir neðan vinnu tuttlægi, framlægi, það vinna ég oft mikið. Vinnutíðni væri beinþýðing að þessu, en það þýðir bara hversu margir af þjóðinu sem að vinna. Og og það sem að sést hérna fyrir neðan í þessar fréttir að það er þjóðnar í heimnum þar sem að hæsta hlutfall íbúana sé að vinna, það eru Ísland og Færeyjar. Ísland rétt fyrir neðan Færeyja. Og eins og stendur þarna í fyrirsögnu þarna, þá er hvergi eins lítil munur að milli atvinnu þáttöku, myndu við kalla það. Já, á þessu mælikvarða allavega. Og hvað merkir þetta? Það merkir að eins og stendur þarna í fréttin líka að Færeyingar eru óvenju mikið að vinna, eða óvenju margir eru á vinnumarkaðinum. Og eitt sem að engin heima þegar maður kemur heim úr skólanum 9 ára gamall, það er ekki þetta ykkur á mótum henni, mamma og pappi eru bara að vinna. Já, þetta er kannski ein hlið af þessu. Og ef maður tekur til dæmis Spánn eins og er líka í þessari frétta, þarna er hvað kallaðist þetta íslensku sagður? Atvinnuþátttaka? Atvinnuþáttakan á Spáni samkvæmt þessari frétt er 69% það bil. Og ég á spánskan vin sem sagði mig það að hann telur það vera vegna þess að það eru svo margir að vinna svart, skilur. Þannig að þetta er kannski ekki áreiðanlegt fyrir öll lönd. Það er náttúrulega mikið atvinnuleysi og ungu fólki. Já, auðvitað getur það líka verið það. Áratugum saman. Já, það er alveg pottet. Og það er ábyggilega meiri munur líka á milli, og þó ég veit ekki með Spán, á milli kalla og kvenna.
En allavega eru Ísland og Færeyjar að skora hæst á þessu mælikvarða og Er mórallinn þarna í Færeyjum svona svipar og hér hvað heitir þú? Já, þú heitir Dáur, hvað gerur þú? Það sé fyrsta spurningin, það sé svolítið framarlega hvað þetta gera og hver þú ert á vinnumarkaði? Nei, mér finnst það ekki, nei. Það er miklu meira hvaðan ertu sem að maður heyrir í rauninni frekar fljótt líka því að það eru allir með sín hreim í Færeyjum. Sem að er einn munur að milli Færeyja og Íslandir það að eins litlar Færeyjar eru, að þá eru allir með sín hreim sem að maður getur tekið eftir og veit svona cirka bát hvaðan fólk er og þá veit maður eitthvað manneskjuna, það segir manni eitthvað manneskjuna alveg eins og vinnafólk getur sagt eitthvað. En svona allir sér duglegir og svona gengst fólk upp í að vera duglegt? Ég meina, þessi tala virðist benda til þess. Ég hef enga aðra mælingu á því. En þú sér enga mun, en það eru Ísland líka bara strax og eftir, þannig það eru lítil munur á þjóðunum þarna. Já, það virðist vera. Og eitt annað sem að mér fannst fyndið við þetta, það er að Íslendingar eru þekktir fyrir að vera heimsmeistarar í alls konar metum á mann. Og við höfum unnið íþróttaleiki með því. Já, einmitt. Með höfðatölu þá skorum við 69 mörk. Já, alls konar þannig sögur hvernig Ísland skara fram úr að því leyti. Og ég er hræddur að þið muni missa alls konar með þegar Færeyjar einhvern tíma verða sjálfstæðir. Þá fara þeir að gera þetta. Já, Færeyingar tala sitt land á þennan hátt, en erlendis eru Færeyjar ekki taldar vera sjálfstöðu þjóð, þannig að við erum aldrei teknar með í svona útreikningum. Já, stundum sér maður eins og þessi COVID, þá var það tekið sér. Já. Maður getur stundum glöggva sig á. Já, það var sjálfgeft. Þannig að það er svona hægt og bítandi að verða sýnilegra. Já. Ég leita stundum að þessu og ég gleymi alltaf hvernig Færeyjar eru skrifaðar, en ég ætla svo lengi að leita þetta uppi. Það er svona Já, Faroe Islands. Já, ég lendi vandræðum. Herðu, það er þriðja fréttin. Já. Og gjört vart við sig í inniróðri. Já. Það er fram úr góðu úrslitin hjá fóríska róðarönnum í Evrópukeppninni í inniróðri í París. Já. Vikuskiptið hafa verulega varpað ljósi á Færeyjar. Þannig að stórkostlegu sigur færeyskru róðrakeppnarinnar í Evrópukeppninni í inniróðri í París hefur dregið athygli heimsins á Færeyjum. Já, það er mikið rétt. Færeyskana batna hana. En jú, það er mikið rétt að það er það sem stendur þarna og ástæðan fyrir ég valdi þessa frétt er að þetta er þjóðaríþrótt Færeyinga. Róður. Og á sérstökum bátum, eða ekki? Á sérstökum bátum. Með færeyska laginu. Já, með færeyska laginu. Þetta var alltaf á sjómannadaginn það var róðrakeppni. En ég held að hún sé bara meira og minna lögð af og það er dæmi að gömlu róðrabátarnir hefur verið hent á brennu. Já. Þannig að einu sinni hefðu við getað máta okkur saman við ykkur. Það er bara óralangt síðan. Og ég velti fyrir mig hvað er það nákvæmlega sem hefur gerst þarna, en allavega er þetta ennþá þjóðaríþrótt Færeyinga og eins og þú getur séð. Og frábær íþrótt. Já, og eins og þú getur séð í þessari frétta þá er þetta dæmi eitthvað sem að Færeyingar er að standa sig vel í. Er þetta, heima var þetta fyrst og fremst keppt á sjómannadaginn og það var svona bara kastað upp einhverjum áhöfnum í þetta. En er þetta þannig í Færeyjum að það séu lið sem er að keppna, deildakeppni og ef að þú ert í menntaskóla þá róðra lið í menntaskólanum eða hvað? Já, það er þannig að þetta er raunverulega þjóðaríþrótt. Já, það eru, flest þorp eru með sinn bát. Og í Þórshöfn eru nokkrir bátar og það eru ýmsar stærðir sem að hægt er að keppa í og það er keppt á ýmsum hátíðum yfir sumarið og svo er stóra lokakeppnin er á Álasöku þjóðarhátíð okkar. Og er það þá þannig að bátarnir sem eru að keppa að þeir eru úr ákveðnum eyjum og ákveðnum byggðum, þannig að það er mikill hiti hjá þeim sem er að fylgjast með. Það er bara allt sem þú ert er bara lagt undir.
Já, og svo kemur þessi stóra keppni Álasöku þar sem að margir þúsund manns fara að horfa og svo já, það sem sagt keppt að vinna sem sagt alla keppna fyrir allt árið, en svo snýst það líka að það ákveðin heiður í að vinna þennan dag þó maður sé ekki endilega að vinna fyrir allt árið. Það keppt í karla- og kvennaflokki? Já, þetta skipt upp eftir. Þeir sem að vinna, þetta bara með stærri íþróttahetjum fariða? Eitthvað sem að vinnur bara, hafið átt ykkar svona Michael Jordan sem að vann í 10 ári röð? Já, það eru einhverjir sem að hafa svolítið skara fram úr og hafa gert stóra hluti erlendis. Þú róðramaður? Ég ekki róðramaður, þannig að ég veit ekki sérstaklega mikið akkurat smáatriðin í þessu Og fer fólk kannski svona út á kvöldinu og rær og æfi sig og sérðum maður þetta, eins og við höfum þjóðurítur okkur handbolti. Já. En það, allir, þegar þú ferðu út og lappar í hverfunum, þá er allir að spila fótbolta og þessu aldrei fólk í handbolta. Já. það er bara formlegar æfingar, en þetta er ekki þannig að almenningu sé að stunda þetta. Svona, það er ekki bumbu handbolti, það er bumbu fótbolti. Nei, það er ekki bumbu róður. Það er ekki bumbu róður. Nei, en ef þú keyrir landið á sömrin, þá sérðu báta, það sem er verið að æfa sig í rauninni. Það er æft þannig út á hafinu. Þetta er inniróður, þannig hann hlýtur að vera til dæla ný til komin. Já, og það er sérstaklega að vetrana að fólk er aðalega að róa inni. Já, líka að þið eru með svo sérstaklega báta, það er engin annu þjóð með færiska báta. Nei, einmitt. Þannig þið getur ekki keppt við Hjalteyinga eða Skota eða Íra. Nei, ekki sama hátt. Ekki nefnir breiðið þetta út. Íslendingar hafðu mikið draum það að breiða út íslensku glímuna. Já. Það gekk ekki. Nei, kannski gengur þetta. Kannski munum við bara sigra heiminum með þessu. Herðu, þetta er innsýnin í Færeyjar, í pólitíkina og í samfélagið og alltaf gaman að fá þig. Ég ætla að narraði aftur í að segja fréttir frá Færeyjum. Herðu, þetta var Dagur í Dali og ég þakka honum og öllum gestum mínum sem hafa komið hingað í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að hafa hlustað. Bend ykkur á enn og aftur að þið geti byggt upp dreifikerfi samstöðuna með því að dreifa þáttunum og læka síðurnar á Facebook og YouTube. Þið geti líka stutt uppbyggingu samstöðunar með því að ganga í alþjóðufélagi. Það er gert inn á samstöðun.is, það er hnappur sem heitir skráning. Með því að ganga inn í alþjóðufélagi þá borgið þið 2000 kall á mánuði sem eins konar áskrift af samstöðunni og hjálpu okkur að byggja upp þennan miðil, þennan róttæka umræðu vettvang og ekki veitir af innan þá fjölmiðla sem að við þurfum að lifa með. Rauða borðið verður aftur hérna morgun klukkan 8. Sjáumst á.